Hæ besties! Hæ besties! Takk fyrir 11.11. Oh my god! Oh my god! Bara, wow! What the Við hell? vorum Santa's little helpers. Oh my god, hvað var Það gaman! var svo gaman. Sko, við skutum sæðans live á TikTok Já, og vorum að fyrir slysni. Já, fyrir slysni og vorum að pakka niður pökkum með ykkur. Bákvað var gaman. Það var svo Það var skemmtilegt. svo skemmtilegt, fyrir að spjalla og eitthvað, við erum með jólatónlist í gangi og bákvað það var skemmtilegt. Það var æði og þetta bara vonum framar. Já. Hvað margir pöntuðu og bara allt mörgsi gamla búið. Já, Bara nýja eftir, derhúan og toadbagið. Þannig að þetta er hann, ég sitt með hana einmitt Já, akkurat á mig hún er núna. Ef þið eru að horfa að sjá hana, hún er ángríns æði. hún er svo þægileg líka. Já, hún er svo þægilega, því hún er, það er svona mjúkt efni, hún er ekki svona hart eins og svona gamlar, svona pappa golfdýrhúr. Já, einmitt, ég þú ekki svona harðar derhúr, Já. sko. Þannig að, Þessi já. er æði, við mælum ókslega mikið með. Já, og toadbagið náttúrulega geggjaði líka. Fullkomin. Fullkomin stærð, bara fyrir skólan, fyrir ferðalagið, fyrir sundið, bara you name it. Svona einmitt síndi live kom miklu onni í Ég þetta. kom svo miklu, en Án ekki... þess að þetta sé samt eitthvað svona Giant. Já, bara svona Já. mega batteri. Já, þú veist, ég var með tölvutöskuna mína ofan í og svo allt make-up mitt, skilur, og alls konar aðra hluti, svona allt sem ég þurfti. Þannig að þetta er fullkomið fyrir einmitt sund eða, þú veist, maður að hoppa í Gym lón og eða skólan, já. Vinnuna, Já, og það er svona tölvuna. vasi, lokaði með rendi vasi, það er alltaf mikið key, sko. Það er það, fyrir the key Fyrir the keys, eða your lip gloss your lippies, eða headphones, já. Airpods in, túrtappan að fara hér, já, whatever it is sko. wherever it is, sko. Bíllöklana af Já. gólegu bílninum. Einmitt. En ég er svona mannski, ég hendi þess bíllöklunum mínum bara onni og ég er bara, svo er 15 ár að finna. Já, það er svo þægilega að sitja í eitthvað hólf. Já. Svo sammála. Reyndar verða að gefa gólegu bílnum okkar það að við þurfum, það er þegar með lykilinn uppi til þess að afleysunum. Það er enda Það er þægilegt. þægilegast í heimi, Já. í alveg, við löpum bara upp á bílnum, hann aflæsist bara að því að lykillinn, ég veit bara, hann er ekstra á mér. Hann er þótt ég ekstra hafi í ekki hugmynd my hvar. tote bag. Já, Já. hann er ekstra í tótbagnu eða í ykkur vasa en hann er eitthvað starf, það er ekki að finna hann, það er kosturinn við að vera á þessum bíl. Já. Mæli með gólegu, þeir eru með geggjaða bíla. Já, ógeðslega góða bíla og við svona höfum fengið að pröfa alls konar bíla, Já. bara því við erum hjá gólu. Einmitt, það er svo gaman. Það er svo gaman. Líka bara svona fyrir framtíða ákvörðuna. Það veit ég núna fullt alls konar bíla. Það get bara, mér langar kannski að fá annan bíl núna. Það er bara að prófa einhvern nýjan bíl. Nákvæmlega. En við erum mjög ánægð með okkar bíla núna. Já, Það eru bestu bílarnir, sko. Hinga til, sko. Þannig að ég er alveg sold á hann, sko, ef ég hef komið með bíl. Já, ég líka, algjörlega. Já. En ég bara, mér finnst gott að vera með hann í leigu. Já, ég bara... Þakklátt fyrir að Við höfum geta oft bara... talað um að Já. okkur finnst ekki góð fjárfesting að kaupa bíl, sko. Nei, Við viljum bara vera í góðleginu. líka bara þurfum ekki að borga fyrir dekkaskipti, þurfum ekki að borga... Veist, fólk er sko bara að fá núna í jólagjöf, bara nagladekkina því þetta er svo dýrt. Einmitt, pældi því. Já. Það er enda alveg góð gjöf, bara... Já, Ef frábær við langar gjöf, það, já. auðvitað, þú veist, en þú veist, það er kannski meira svona bara til að spara þér peningi að byggja þetta gjöf, en það kannski Já. langaði þér kannski meira í, þú veist, eitthvað fyrir blöss, skilur. Já, einmitt. Þið langaði kannski eitthvað allt annað. Einmitt. En þannig að það er kosturinn við það að vera með bílinn í leigu. En að því vorum að tala um merchi, þá er það inn á merch.teboði.is. Það er ennþá mitt til dyrhóru tótbag að þið vilja grípa fyrir Já. ykkur eða fyrir, ef þið, þú veist, ef þið eru bara, vá, bestu yngur mín, my besti, hlusta ekki eftir teboði, þetta geggja gjöf. Já, og líka bara Secret Santa. Já. Alls konar, svo fullt af fólki á ammæli núna á dögum. Má ekki gleyma ammælis fólkinu í þessu káðusi, sko. Nei, þau þurfa alveg að fá sér pakka, Já. sko. Það er má alveg ekki vera þannig. svona jólaskraut og eitthvað. Nei. Það má vera tebos merch. Satt, alveg samanlega því. Talandi að það sittist í jólinn og jólapakka og svona, it's the season! It's the season! Rautt kók. Í gleri. Gleri. Alvöru kók, Ég er alveg bara, það er það besta sem ég fæ. Ég var einmitt áðan að vesla, fór í Hagkaup og ég var bara, ég ætla að hafa mér rautt kók í gleri. Eins og já. við kallum þetta á TikTok a full fat coke. A full fat coke. Ég elska að segja full fat coke. I love it. Stundum mamma bara skapið fyrir full fat coke. Já, það er alveg skap, þú veist, það er Já, ákveðið skap sem já. er bara, nei, núna á ég þisk. Já, það er svona, Já. I need the sugar. En sástu dósinnar, eru það komnar? Nei, ég sá það reyndar ekki. Heru, það er ykkur orðramar sem kom... Jóladósir. Jóladósir. Já, það er... It's the rumor. Vá, ég var bara að gleyma í enska orðinu yfir orðrómur. hamingju. Vá, þetta er alveg svona culture, svona, bara svona stig fyrir mig. Já. Í svona
þroskastig. Þetta er þroskastig. Já. Þetta er það. En það er sem sagt orðrómur sem gengur að þessi... Að fara í jólabúning. Já, fyrir jólabúning. Já. Ég sá allan í stóri hjá okkur. Oh my god, það var spennt. Já, ég að spennt að það átti að vera jólasveinninn á. Gamli góði rauði. Já, ég meina Coca-Cola á jólasveinninn, sko. They made that, sko. They made that. Já. Það er bara, þú veist, rauði jólasveinninn. Þetta getum öll þakka bara Coca-Cola. Takk fyrir það. Takk, Coke. Takk fyrir að make him cute. Við elskum jólasveinin. Já, grins. Nei, en þú veist, þetta, þú veist, jólin eru tími Coca-Cola, sko. 100%. Jólalestin, hlýtur að fara að koma. Oh my god, ég er svo spennt fyrir jólalestinni. Já! Akkur verður maður svo mikið bann aftur í kringum þessa tíma, þú veist, og í kringum, þú veist, akkurat, þú veist, bara eins og jólalestin. Þetta er eitthvað sem svona fylgir manni líka bara sjálfum og æsku. Já, því sko, maður fær hennan barnafeðring í kringum jólin, finnst mér. Það er svo gaman. Það er svo skemmtilegt. Svo er ekki að tala mikið jólin. Nei, það er alltaf. En þú veist, þetta myndum á bara svona Coca-Cola, jólin, bara afmæliðina Kris Jenner. Það var allt svona raukt svona þema. Já. Þetta var slaying. Já, það var 007. 007, já, 70. 70, það er geðið kjút. En það var líka svona, þú veist, ekki póker, heldur svona... Svona casino. Casino. Já, það er svona Casino Royale, 007, James Bond. Diamonds. Já, Diamonds. Já, Diamonds. Nei, það var það, sko. Já. Þannig að koma allir með Diamonds. Vá, þetta er svo geggja partí til að ræna. Geðið partí. Þjóðanir núna. Án gríns, hvar voru þeir? Bara haldi heima á Jeff Bezos. Já, það er rosalegt. Og bara gestalistin, ég hef aldrei séð svona gestalist á ævi minni. Nei, þetta er rosalegt. Þetta er ákveð svakalegt. Já, partí aldarinnar. Já. Takk fyrir mig, Kris Jenner. Já, bara, eins og Kylie sagði, hún í Kardashian-þáttunum, hún sagði, þú veist, hún var að lýsa hvernig hver og einn þeirra er í glasi, en hún sagði, if you ever get the chance to drink with any of us, make it be Kris Jenner. Það er bara my goal, sko. Nei, það væri Kris og Kylie. Ég væri til að jamma með þeim tveim. Ég veist bara eina markmið í alvörinu lífi núna var bara að fá bóði ammali hjá Kris. Það væri náttúrulega... Ég held að það sé, með við gestalista sem við sást, við erum talað sko, allt frá literal royalty, bara Prins Harry og Meghan, yfir í fucking Oprah, yfir í Mark Zuckerberg, yfir í Bill fucking Gates. Og mættu þeir allir? Já. Pældi því? Þetta er galinn listi. Já. Og svo bara Bieber, Hailey, þú veist, þau eru bara basic við hér á þeirinu, sko. Þau eru bara krúttin. Bara the kids table. Já, ángríns. Oh my god. Þetta er bara eitthvað mesta royalty bara ever, sko. Já. 2 stóra afmæli á einu ári. Hjá þeim. Kendall náttúrulega 30. Ekki? Jú. Já. Þau geta haldið saman 100 ára. Já. Snoozed on that. They really did. Já, en það eru báða svona, þú veist, vilja ekki deila sviðsljósinu, sko. Nei, og líka ólíkar típur. Mjög ólíkar. Mother and daughter. Já, en líka bara típurnar, skilur. Ég held að Kris vilja hafa svona extravagance og meðan Kendall er bara, við erum bara laid back, on the beach, chill. Já. Svona humble einhverjum. And you know the drill. Já, nei, en guð, ég hefði svo mikið til að vera samlu, sko. Já, ok, ég veit alveg svarið. Þú veist, hvor ammælinu hefur freka velja verið í? Chris. Já. Ég held ég myndi velja Kendall. Já. Af því þá svona, gæti maður svona kannski svona sníka, svona, það er svona meira basic. Kannski nær maður svona meira að tala við alla. Já, ég er endur alveg samlega því. Þú myndir kannski meira ná svona meira closure einhvern veginn við fólkið. Þetta er svona að minna og þannig. Þetta er betri sens og eiga kannski... Samskipti. Já, samskipti, en hitt er bara svo iconic. Já, maður væri bara starstruck bara hvert einustu hot sem við horfum í. Já, við erum talað um þetta fólk sem mætti er hætt að mæta á Met Gala, er hætt að mæta Óskarinn, Grammy-verðlaunin. Þau mættu alltaf Kris Jenner. Ég sko sá ekki, ég var talandi í útvarpinu og eitthvað þannig, ég sá Jay-Z, ég sá Tina Knowles. Var Beyoncé hana? Herðu, hún var þarna síðan, ég sá myndaðin áðan. Oh my god. Hún var þarna. Gælan er sko ekki með látt sjá sig, ég veit í en hvað er það sem lætur þau koma í þetta? Ég veit að hún er náttúrulega the queen og allt það. En þú veist, svo góð spurning, já. Það er svona, hvað er það? Ég veit það. En sástu líka þetta er bara ógeðslega random sem við talum áður við förum mína geggjaði gest. Já, við erum geggjaði gest. Afmælisgjöfni var Ellen, sástu það? Það var sofandi í sófanum. Já, það var svona kollabuð þetta. Það var svo skrítið að sjá þetta. Já. Þetta var eitthvað svona,
Mér líður þessi AI, veistu hvað ég meina? Chris doesn't do that. Nei, hún sefur ekki á sófanum og Ellen er ekki eitthvað að syngja í eyrað á henni. Þetta var eitthvað svona, akkur þær að chilla saman. Þær alveg vinkonur, sko. Já, alveg svona vinkonur. Já, þær alveg tala það, sko. Já, það alveg fyndið. Já, það alveg fyndið, Það alveg fyndið að sjá þessar 2 konur bara eitthvað að kúra upp í sófa. Ángríns. Mér líður bara svo að þær gera það aldrei. En líka eins og með Jennifer Lawrence, sástu það? Hún var í viðtali með Robert Pattinson. Já, ég sá það. En þau voru hérna lie detector. Og hann var að spyrja eitthvað, is this your favorite Kardashian? Og mynd af Khloe. Já. Hún eitthvað, yes, my favorite Kardashian. Og hann eitthvað, og þá segir hún í óspurðum fréttum, Kourtney is so annoying right now. Og við vitum að Jennifer Lawrence er vinkona Kardashians. Já. Búin að vera heim og heim, búin að vera með þeim í partí, búin að drekka með Kristjánur og allt þetta. We've seen this all. Og svo áhugavert að hún var bara eitthvað hún var bara svo pirrandi. Já, Kourtney er bara svo ógeðslega mikið tautan á mér. Já. Og hún var bara svona í alveg að meina það. Já, hún má meina það, þannig að hún þekkir hana það vel. Já, en samt alveg svona skilur, þetta er samt alveg svona systrunar mig að segja þetta fattar hvað meina. Kannski líður hún þannig að hún bara þekkir hana það vel, skilur. En hún var bara svona, everything she says has to be an announcement. Hún var bara svona. Wow. Já, hún var alveg smá pirrið. Hún var satt mjög svona kaltæðin típa. Ég veit, en ég var samt svona smá bara, ok. En fannst þér ekki Robert Pattinson svona relatable í þessu? Ég er ekki bara að sjá hans part. Ekki? Nei. Og það er alveg viral, sko. Og það. Já. Ég bara svo hinn partinn. Hann var að tala að hann sé Gen Z, sem hann er náttúrulega alls ekki, skilur. Já, ok. Það er bara ógeðslega fyndið, ég mæli mig að horfa á þetta. Hann náttúrulega byrst að þóla ekki Robert Pattinson, ég elska. Það er ekki þólan ekki, bara, þú veist, ég er ekki, hann gerir ekki neitt fyrir mig. Mér finnst það ekki að gera þetta fyrir en svona skemmtileg típa. Örugglega, ég bara hef ángurs ekki séð viðtal með. Ok, horfa á þetta. Já, horfa á þetta. Hann er mjög skemmtilegur í þessu. Ég ætla að gera það, sko. En hérna, já, við erum með geggjaðan gest, en eitt árum fyrir með gestin, náttúrulega líka að tala að þú varst að segja og fórst áðan í Hagkaup á Vestumatinn. Nei, sko, að lappin í Hagkaup núna er talandi jólin, sorry. Þetta er fyrir bara jólafest. Þetta er það. Já. Mér líður svo vel. Það komu jólakassar og jólapakkar og snirstifurudeildin byrja svona að fylla skætt mikið af fólki svona, ég elska svona jólakeijósi sem kemur í Hagkaup svona, það er svo gaman að kíkja í Hagkaup á þessum tíma ás. Það er svo skemmtilegt. Þú veist, einmitt, þetta er svona sérstaklega þegar öskjurnar byrja að mæta núna, allar þessi jólaöskjur einmitt í snirstifurudeildinu og getur bara fengið ylvatn og svo getur kaupið eitthvað með og þetta er í einum fullkomna kassa sem getur auðvitað pakkinn og þetta gerir lífið bara svo miklu auðvitað ángríns lappinn og kaupa öskur. Já, þetta er fyrir litlu systur, þetta er fyrir frænka mín og svo stu nix líka jólapakkana, það er svona pípa köku jólapakka, það er ógeðslega flott mælum að kíkja á það, sko, ég elskar jólalínur og allt svona línunar frá nix. Nei, líka sko bara að því að eins og við erum oft búin að tala bara svona að gera eitthvað fyrir hver season, það er geðveikt að eiga jóla make-up. Já, ángríns. Þegar þú ert síðan bara svona að græja þig og þú færði kannski, þú veist, hérna eitthvað jóladrykk og þú ert bara doing your make-up og þú ert með þarna pipakökuhúsin frá, þú veist, nix að mála þig, þetta allt í alveg kemur maður in the festive mood. Já, þetta er svo skemmtilegt. Ángríns, svo gaman. En já, bara mælið ógeðslega mikið með að kíkja Hagkaup líka bara fyrir besta, þú veist, pappírinn, auðvitað bara besta matinn og ef ykkur verður fyrstur með bestu mandarinnar, promise you. Já, ángríns. Við erum alltaf að tala grænmetisdeildina annars, sko. Já. Alltaf með bestu ávextir og grænmeti. Ángríns. The freshest of the fresh. Ángríns. Þannig go check it out. Við mælum alltaf ógeðslega mikið með Hagkaup. Svo er það eitt að því að við vorum að fara yfir Singles Day afsláttuna þannig, það er ein vara sem verður á góðu verði út mánuðin, þannig að þið þurfa ekki að hafa áhyggjur af Singles Days í búi eða þannig, en það er vara mánaðarins hjá Blush. Við erum ekki búin að fara yfir það. Nei. Oh my god. Hvað segir, hvað er? Já, tell me. Erstu ekki spennt, það er 30% afsláttur út nóvember, oh þannig að þú veist, þið er ekki búin að missa af, þið geta ennþá náð. Oh my god, ég er svo, ég missi alltaf af svona Singles Day dæmi, þannig að ég er mjög spennt að geta rístokkað á venjulegum dögum líka, sko. Ángríns, af því að þú ég er alltaf bara daginn eftir bara, fuck. Já, en vara mánaðarins í nóvember hjá Blush er ekkert annað en Hvað er það? Það er High on Love Stimulating CBD Oil. Hætti nú. Þetta er ángríns einn besta vara sem Blush selur. Við getum bara mark our words. Promise you. Sverða. Þetta er eitthvað sem allir eiga, sko. Bara þetta. Þetta er svona gel sem setið hana niður. Ég þarf ekki að segja ykkur meira. Þið verður bara að prófa þetta.
Þetta gott stuff, sko. Þetta gott stuff og núna í nóvember það á 6.993 krónur í stað fyrir 9.990. Wow. Þetta undir 7 skall sem segir mér líka að þetta bara geðveik gjöf fyrir, þú veist, maga, besti skógjöf. Besti, skilur, og þetta líka svona... Secret Santa. Já, nákvæmlega. Þetta svona... Ég elska Secret Santa hugmyndir. Nei, það svo góð. Það svo erfitt að finna Secret Santa gjafir. Það Já. En svo Emma bara með þetta beint fyrir fram sig. Ungarins, þetta ógeðslega næs. Já. Sko, þetta líka bara svona vara, ef þú pröfur þetta núna, þú bara, ég ætla að pröfa þetta, þá ertu bara, þú ferð að segja til vinkoninu bara, þið verðið eignast þetta. Þetta þannig, that's how it is. Já, þetta byrjaði þannig í okkar vínahóp, sko. 150%. Já, bara stelpur. Þú veist, ég fekk þetta í ykkur pakka frá Blöss og það bara no turning back, sko. Já. Bara takk fyrir mig, Blöss. Og takk fyrir alla bara vinkonum mínar. They all want it núna. Þetta er óskalistunum í öllu vinkonum mínum. Þær sem eru ekki búin að nú þegar kaupa sér þetta eða það búið hjá þeim, sko. Já. En þú veist, 30% afsláttur út nóvember, you guys. Check it out. En ég vona þau séu með nóga byrðarstöðu, annars bara... Já, annars, oh my god. Bara þannig að drífum okkur öll að ná okkur í. Já. Refuel for Christmas. Já, ángríns, for the new year. Já, skemmandi tímar framöndan. Skemmtilegi tímar framöndan. Nei, þau vilja hafa fullnægjandi jól. Að sjálfsögðu. Viljum við það ekki öll? Jú, ég held það. Ég held það líka. Það ég held það sem ekkert að stoppa okkur í því. Nei, alls ekki. En við vorum með geggjaðan gest. Við vorum með ótrúlega skemmtilegan gest, Hanna Bríeti. Hanna Bríeti. Vá, hvað var gaman að spjalla við hana. Já, og þær, sko, stelpna báðar mættu í svona loð, Já, við mættum, sko, ótrúlega fyndið. Bara, hún kemur hérna og við erum bara matching. Já. Við erum bara báðar í loðfeld og með loðhatt. Og mér var svo ógeðslega kalt þannig, ég fór ekki úr mínu og henni líka. En svo byrjum við svona aðeins afklæðast í þættinum, sko. Já, við erum svona heitara. Svona smá að vera heitara, leiða ljósið búið að liggja inn á okkur og... En, oh my god. Ég fekk ekki það memo, en ég ætla að vera bara næsta þætti eða eitthvað? Já, næsta þætti, þá bara verður þú kannski einn, þannig. Eða nema, ég vilt að ég vera líka með. Bara, kannski líka þú bara. Við þurfum að rífa upp Manchester, loðið lúkið okkar, sko. Ég fann hætti minn. Það? Já, gott. Ég fann hætti minn. Ég bara, there you are. Já, hann svo góður, sko. Ég notaði hann einhvern daginn. Var það ekki í Ísteginu með eitthvað? Jú. Man alltaf með, bara í ágúst með loðhatt á Íslandi, sko. Jú. It's a vibe. It's a vibe. En Bríet, she is a vibe. Vákvæmt að skemmtilegt spjalla. Svo skemmtilegt. En ef ekki bara segja, gjörðu svo vel. Jú, ég held það. Bríet, velkomin í Teboðið. Takk fyrir. Velkomin. Ég er svo ánægð að vera hérna. Jú, það er alltaf fallegt. Það var svona gaman að koma að greina. Það var alltaf svona leitrikt og fallegt. Mjög gaman að fá þig. Já, mjög gaman að fá þig. Ég elskar líka að við séum bara matching í dag. Já, það er senda mér ekki memóið. Við erum bara með loðhattana og í kápunum hérna. Já, veistu ég fíla? Ég ætla að vera svona í næsta þetta bara. Já, þú verður bara innan í næst. Það er svo sein að hoppa trendið, en ég verð með. En Bríet, það gekk að fá þig. Það er bara að rýna pipaköku í boði. Við veitum að þú ert matgæðingur. Oh, let's go. Já, þetta er ángriðs hættulegt. Nei, ég vissi ekki að þau væri eitthvað að leika sér með brauðin. Þið eru? Jú, ég hefur ekki séð þau með sultunni að inni og eitthvað. Já, en það er old school. Já, það er old school, já. En þú veist, ég held að það væri bara súkkulaði og svo væri það eitthvað svona ekstra fyrir the extras, en síðan vissi ég ekki að þau væri eitthvað að leika sér. Þetta er gott, sko. Þetta er eiginlega hættulega gott. Finnst þið pipaköku góður? Já. Og súkkulaði? Já. Já, það er gott. Er einhverjum sem finnst pipakökur og súkkulaði ekki gott? Ég veit það ekki. Er það ekki einhvern sem er svona, súkkulaði ekki fyrir mig? Mér finnst alveg mikið af fólki sem er ekki eitthvað pipaköku-fans. Já. Sem er alveg red flag. Já, það er mjög skrítið. Það er óþarfið að vera eitthvað. Já. Sem Íslendingur. Þú reyna að vera með vesen að vera. Nei, ég fíl ekki pipakökur. Þú ert bara svona að reyna að vera svona smá pick me, held ég. Er það ekki? Jú, bara svona, maður ger alltaf pipakökur í heimilfræði í, þú veist, skólanum og... Þær voru reyndar alltaf ógeðslegar. Já, reyndar rétt. Af hverju var það? Af því það er svona barna handafita og svo. Já, en líka bara það var alltaf svo sterkt. Það var það var svo mikið. Já, og svo voru ekki að finna. Hvað er það sem er engifer? Já, negull eða eitthvað. Já, eitthvað þessu. Sem gerur svona kanilbræði. Þetta var alltaf smá brent og þetta var alltaf ógeðslegt. Kannski fekk fólk bara, þeir sem hata pipakökur í dag eru kannski bara með eitthvað þannig tráma. Hafa ekki smakka alvöru pipakökur. Já. Potið. Hvað finnst ykkur bestu pipakökurnar? Það er hjörtun held ég. Já. Æ, ég er hérna bóksinu, veit ekki hvað merkið. Já, en í rauða bóksinu, já, ég skilja, já.
Er eitthvað fleiri verkið það? Ég veit ekki. Fyrir utan náttúrulega ballerína. Það var kannski skrítið spurning, ég veit ekki svara þessu sjálf. Nei, að því piparkökuhús, þegar maður er að skreita þig, það er ógeð. Já. Þú veist, maður borða það ekki. Þau eru disgust. Ég held að það sé bara plast í því, sko. Já. Þau eru líka sé svo ekki edible. þykk. Þú veist, þú vilt ekki að piparkökuna er svona þykka. Nei, þetta er bara ógeð. En ertu hrifin af piparköku og gráðusti? Aldrei prófa það. En ég hef heyrt það. Já, það er gott, sko. Það er mjög gott. Ég er ekki svaka mikið, ég er ostakona, sko, en ekki gráðustur svona ég þarf að vera í gýr til að fá, það er seinasti, sko. En gráðustu sósa? Já, Já. En samt einmitt, það er svona, þú veist, ég vel það ekkert. Ekki með svona kjúklingavengjum eða eitthvað? Jú, ég fæ mér það, en ég fer fyrir eitthvað hérna svo svona. Ok. En ég er samt ostakona, sko. Já. En, já, ég veit ekki, já. Mælu með samt, sko, piparkökum og gráðusti, það er mjög gott. Það er réttilega gott. Það er skrítið, sko, en það er í alveg gott. Ég held að þetta væri eitthvað svona, you're lying, you're not. Allt svona savory og skrítið er svo gott með ykkur svona smá sæti, sko. Já, einmitt. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Þú veist, ég elska bara góða mat, sko, þú veist, það er alltaf veitingastöðum mér sem er ánæmi fyrir einhver og það er bara, ég er bara með ánæmi fyrir vondum mat, skilur, og ég borða allt, þú veist, ég prófa allt og er eiginlega bara, mér finnst þegar fólk er svona matvant, segir maður ekki matvant? Jú, ég held að sé sagt, já. Það meikar meira sens að segja matvondur, sko. Ég er svo vanur að segja matvondur, já. Já, mér finnst það bara, þú veist, ég tengi ekki við það fólk, eða þú veist, það er bara eitthvað stæla líka, skilur. Já, köllum þau ekki alltaf bara bygg mig líka? Jú, við erum alveg... Nei, óþroskað. Já, barnaleg, við hefum sagt mjög mikið svona fólk. Já. Þroskisti. Það er ekki tilbúin að smakka. Já, þá erstu bara... Það er barnalegt. Þá erstu líka svo, sko, það segir bara svo mikið þegar hvernig karakter þú ert á heiminn, skilur. En hérna, en matur, mér finnst allt gott, sko, en svo sér eitthvað sem ég get alltaf fengið mér, þú veist. En síðan bara uppáhaldsmatur, já, ég veit ekki, bara gott lasagna er eitthvað en alltaf gott. Ég bara, en þið er þið með eitthvað svona einn rétt sem er bara... Er þetta ekki eitthvað svona eftir tímabölum? Jú, þetta er alveg eftir tímabölum. Hvar maður er í tíðarringnum eitthvað. Já, jú, svo er það. Já, við erum líka svona, við festum okkur aldrei mikið á eitthvað eitt hlut. Já, svona, maður fær æði fyrir þessu og er bara í því. En ég er algjör foodie, sko. Já. Og gott að bara góða mat, sko. Það er eitthvað sem þið getið alls ekki borðað. Mér finnst lamb ekki gott. Nei, ég ekki mikið. Já, ég bara... Ég smakka alveg og allt það, sko. Já, stundum að veitingastöðum, þú veist, ok, það er ekki sveitabragð því, en svo oft sem það er bara sveitabragð. Ég er bara með svona tráma frá fjósabragð. Já, lamb heima á sunnudaginn og það var bara svona í svona eldföstu móti, það var vont. Ég er svona bala einhvern veginn. Já, ég veit ekki hvað er talað um, það var svona þurrt. Það er ekki svona þurrt í dag. Það er ekki þurrt í dag. Allt kjöt á þurrt þegar við vorum lítil. Já. Munið eitthvað kjúkling og vondur. Já, hann var ekki næs. Nú er hann bara þessi súi að þér. Ég, sko, ég ólst upp við svona white trash, sko, eldamennsku hjá pappa. Ég elska, hvað er hún? Bara, þú veist, það var bara einhvern veginn tekið, það var bara ekkert til í ískapnum, skilur, en pappi náði alltaf að búa eitthvað til, skilur, það var bara eitthvað núðlusúpupakkin og það var einhvern veginn bara samt kastað einhvern veginn, þú veist, kjúkling úti og svo var eitthvað, þú veist, en síðan var sett majónes onni í núðlusúpunar, skilur, með sem að er það svona extra white trash, sko, pappa ættin einhvern veginn og það var, hann er svo góðu kokkur, sko, þú veist, þannig ég ólst uppi mjög svona mikinn skyndibita mat hjá pappa, sko, en alltaf alveg bara svona, hann var alltaf að nostra við allt samt, skilur mig, og alveg í dag, þú veist, að fara í mat til pappa er alveg svona bara svona kvíðavaldandi, sko, því það er bara, ef mann finnst ekki maturinn góður, þá er vikan hans ónýtt, sko, þú veist, við erum að nostra í, sko, bara kjúklingum og hrísgrjón, þú veist, þetta er bara basic, en það er alveg bara, þú veist, þegar maður er að byrja að borða, sko, þá er alveg bara fylgst með manni, svo bara, og hvernig finnst þér? Hvernig er þetta? Nota nógu stór lýsigrór. Eða sko, en líka ekki þannig að maður má samt ekki vera gerfilegur, skilur, það er bara, oh my god, það er að besta sem ég, og það var bara, ég sé í gegnum þetta, skilur, þannig að maður þarf raunverulega að líða þess, maður þarf raunverulega að finnast ekki að, þannig að hérna, kannski lýsi mér svolítið í dag, hvernig manneskja ég er í dag, en ég ólst uppi mjög mikla matagerð hjá pappa, sko. Næs, já. Ég tengi samt alveg við þetta, fyrst, mamma gat einhvern veginn töfra allt fram úr ískapnum þegar ég opnaði hann tómur, sko. Kallaði þetta alltaf ískaparhreinsinn, mamma mín. Já, en þú veist, ég tengi við núðlurnar, ég fekk alltaf ost út í núðlur. Já, oj.
Já, en það var hræðilegt. geðveikt gott. Já, Bara, en sko, erum ekki alltaf svona rifin, bara svona ostsneiðar onni í núðlundum mínar. Þetta er svona elskar ost svona mikið. Ég held það, sko. En þú veist, en ég tengi við bara, það er bara, þegar mamma bjóð til samloku, það var bara eitthvað svona, þetta var aldrei bara svona skinkostur, það var alltaf svona 500 aðri hluti líka, sem var bara, þetta ok, heimós, alltaf, smakka þetta. Akkurat. I love it. Já, það er gaman að borða góða mat. Ég er líka bara gaman að búa til svona sitt eigið, skilur, sem að einhvern veginn engin annars tengi við, akkurat þetta eitthvað. Þú veist, núðlusúpa og mæjan og svona, það er ógeðslegt, en ef þú smakkaði það ekki þetta, sko. Já, nákvæmlega. En þú er búin að vera að posta svolítið á TikTok, ekki? Ég er svona að borða eitthvað mat. Já, jú, það gerist bara óvart, sko. Það, þú veist, maður þarf bara að fylgja því sem gerist, sko. Og fólk fylgjast með þessu, þá er maður að reyna að segja að maður sé að gefa tónlist, ég er að gefa tónlist og svo bara en ég líka borða. Já, svo vil fólk bara segja fyrir að borða það, skilur. Þannig að, það er alveg skrítið, sko. Já. Það er svo skrítið. En þú sem kendi mér að skera smjör. Já, með ostaskeranum. Já, því ég sá það þegar ég var bara, wow, lifehack. Brilliant, sko. Ég held að það væri svona íslenskt. Ég man eftir þessu eitthvað tíma, en ég hef bara búin að gleyma þessu. Það var svona 10 ára eitthvað. Já. Það var ekki búið að klokka til mín, sko, aftur. En ég er alltaf með svona smjör, aldrei með svona smjör svona. Já, bara svona smjör. Já, bara stykki. Já. En þetta er líka, þú veist, þegar maður vill mikið smjör, þú veist, með harfiskum, sko. Er þið harfiskonu? Já, elska harfisk. Best. Það er svo gott. En líka bara, þú getur gert bara á, ristabrauðið þitt. Setur ofan ristabrauðið og bara bráðna það. Mega næs. Geðvikt. Það er mjög sniðugt lifehack, sko. Já, af því að þetta smjör er alltaf svo hart inn í ísskáp. Það er ekki hægt, ég er bara... En geymum þetta á borði? Þú veist, sumur eru þar. Nei, það er svona og afadæmi að vera með svona smjör gæja. Með, þú veist, svona, eitthvað svona... Fæst þú ekki þannig í jólagjöf? Jú, fast mót. Nei, sko, Bensi er alveg þar. Bensi er þar, já. Hann elskar svona smjörgæja. Mér finnst það ógeð. Mér finnst það alveg ekki næs. Já. Nei, þetta verður alltaf mjög shabby, sko. Já, og verður svona skrítið stofubræði. Já, það verður ekki sama smjörgæja, sko. Nei, sammála. Nei, ég er alltaf að setja aftur í ísskáp, hann er bara brjálaður. Hann má bara eiga sitt og ég á mitt. Það er enda bara fínt. En ég líka svona, ef það leið og kemur eitthvað svona crunch af einhverju öðru onni í smjörið, þá finnst mér það ógeðslegt, sko. Það? Já. Það er ekki næs, nei, ég er sammála. Þess vegna er ostaskerjan svona góður. Já, það gerist ekki. Já. Það gerist ekki. En það finnst þér ekki ógeðslegt þegar það er eitthvað svona, kemur deginum eftir og það er bara eitthvað svona onni í smjörun. Eða eitthvað mikinn, eða þú veist hvað svona sult á eitthvað. Nei, það var ógeðslegt. Eða þú veist kolln af brauði og ég veit ég var að smyrja ristabrauð deginum áður, þá var mér svona sama. Já. Skilji. Já, ég er pempíjar, sko. Nei, það er bara alltaf leið. Já, amor. Við erum alltaf pempíjar. En það er svona, hvað finnst þið vera svona red flag í þegar þú veist, þú ert að deyta eitthvað og þegar kemur á mat, þú veist, ertu með eitthvað svona red flag sem tengist mat og gaurum? Ég bara, ef þú borða bara hamborgara eða bara kjöt, eða þú ert svona þannig gæði, þú hvað gæði tala um. Já, algjörlega. Gaurar sem að panta alltaf bara hamborgara á veitingarstöðum. Bróðumennir hann. Red flag. Nei, en þú veist svona, bara matvandur, skilur, þá finnst mér það er ekki sexy, skilur, það er alveg svona bara ok, hvað eigum við þá að gera, skilur. Bara vilja ekki smakka eitthvað góðan grænmetisrétt eða eitthvað, bara alltaf bara kjöt, prótein. Já. Það er alltaf að vera prótein. Já, akkurat. Já. Það er leiðilegt líka bara að eiga eitthvað date night með einhverjum þannig manneskjum sem bara, heyrðu ég að gera eitthvað næst? Nei. Ég hugsa oft þegar ég sé svona gauðra sem er bara hreint þetta og ég hugsa bara, greið kærast það svo er það bara mönns á kvöldin eitthvað næs. Bara svona gæði sem er alltaf í kötti. Já. Samt alltaf bara saman forminu. Já. Nei, en líka bara, þú veist, að ég er svona gauðra sem eru bara eitthvað svona, bara þetta og svo er þetta kannski bara, já, þú veist, að ég hata þegar ég er eitthvað kvöldin eitthvað, ef að fá okkur, þú veist, ég veit ekki, bara besties eða whatever, ef að fá okkur besties og ef hann verður bara, fá þú þér. Það er bara, fuck you. Já, kallum fyrir það. Já, þetta er bara, hvað er það að segja um mig? Það er ógeðslega það er alveg, ég átti þannig svona fyrsta date, það var alveg svona eitthvað að fara að fá okkur ís og það var eitthvað að fara frekar að kaupa vimbur og það var eitthvað svona boring. Ég bara fengir einn ís. Já, bara please. Bara, wow. Að nenna. Þetta er leiðindi. Já. Það er gaman að vera bara rúndinum með vimbur. Já, ógeðslega gaman. Svona stemming. Það var steinn í mínu. Stoppum okkur í hagkaup og kaupum okkur vimbur. Þetta gerir ekki neitt fyrir mann, sko. Nei, ángríns.
Shit. Jesus. Nei, já, ég samla þér Herri, við erum með smá pakka fyrir þig Nei. Jú. Oh my god. Viltu allar með smá hál? Já, ég er með hál Það ekki? Ég vil lega Bríður með hál Já, og þá bara útskýrðu hvað er í þessu. Bríður gerir hál, hérna, gæsa vel smá Þú var little hál. Hvað þýðir hál? Bara svona, hvað þýðir það? Ég veit það ekki Þú veist alveg hvað það er Nei. Hál Það er svona, ertu búin að fá eitthvað og það sýna okkur hvað það er? Ég hef aldrei gert hál Are you okay? Það er skemmtilega sem að gera hál. Ef þú myndir fara að kaupa fullt af hlutum og koma heim Já. Og sýna einhverjum. Það er hál. Ok. Sendur aldrei að snappa bara vinkunir og segja hvað er að kaupa mér svona hál Nei. Ég var eiginlega að googla hvað, þú veist, Já, ég held að míningin bara er. meina meaning af orðinu ég veit það ekki en Ok, hál means to pull or drag something with force. Hæ? With force. Ok. Nei, þetta er eitthvað shopping haul, það er eiginlega að skrifa. A shopping haul is the collection of all items bought during a shopping trip. Já. Often showcased in videos or social media posts. Já, ég hef gert það, en ég hef ekki kannski eitthvað svona verið eitthvað með eitthvað orð fyrir það. Ok Það heitir haul. Vá, ok, þetta var hál fyrir Ok, love Let's go. En sko with force. Nei, já, það var já, misskilningur. Ekki verður gentle. Herru, fær hérna pröfupakka frá Natraker Oh my god, ég held ég sem mitt að byrja á blæðingum. Perfect, en Natraker eru bara hreinar vörur Ok, Þannig að við viljum það er ekki eitt plast þarna down there og Nei. svona, sko Einmitt, það er bara í best. öllu. Í Og mjög mörgu. Mjög mörgu, Já. sko Þannig að- Ekki Natraker samt. Nei, það er engin að, já, ok. Ég er náttúrulega búin að bíða eftir þessu, sko, en það er einhvern veginn eins og, oh my god, hvað er mikið er núni? Halló, hvað Haul. er í gang? Bleik, Það er Þetta er Besti besti Stívan. stífan Þannig að shit. ef þið finnst matur ekki góður þá bara ekki sett þetta út í núðluna þínar. Oh my satt. god. Vá, hvað þetta er gaman. Akkur er að gera svo mikið. Það er svo skemmtilegt að fá pakka stýttist í Það jóla er skemmtilegt Já. sem ég gerir. Erum við Ég með fór í Nix svona highlighters? mikinn jólagýr á leiðninga. Það ekki? Jó. Hvað er þetta? Herðu, Gloss? þetta er sko lipstein en líka gloss Oh my god, maður rifur svona af. Já, nei, Reyndar ekki að þessi rífa hann. rifnar ekki af Nei. en þetta er bara, þú basically getur sett ná og notað bara sem gloss Oh my god. Það og getur notað sem gloss eða þú getur þurrkað bara glossin af og þá skilur það eftir sig svona, þessi svona rauðtóna Geðveikt. þetta er ángust ógisla næs Já. bara þegar maður er einhvern veginn svona líka gett Já. langa daga og eitthvað Nei, ég sitt oft fyrir mig líka að ég elska liplænir og lipvörur. Bara þegar ég vakna á mótnana og er bara rektina, Já. fyrst ég er svo tóm. Mm. En ég sitt á mig og meðan ég bara eitthvað að klæða mig, tek svo af, þá er alltaf með sem að lit í vörunum. Mitt. Það er alveg Það er næs, sko. max. Ég er alltaf að sjá þarna eitthvað svona blátt. Já, Já, það er svona og tekur það af. tekur það Þetta af er eiginlega já. þægilega þegar þú þarft ekki að taka það af. Nei, akkurat. En það bara endist allan daginn. Ná, geðveikt. Mhm. En Ég það er er líka eitthvað svona, og happy. Já, fullt af happy. No of happy Ég hef aldrei smakkað það. Ekki. Nei. Hvað er búin að vera? Ekkert haul, ekkert happy. Ég veit ekki í Ég hvað er alltaf bara eitthvað annars. Já, Hvað ertu? Ég veit ekki. Hérna, sko, já, ég er alltaf að sjá svona vídeo af einhverjum gælum, sko, vakna og toga út um hefun á sér og með einhverjum krullur og Já. það og þekki einhvern sem er svona. tóa nefn á sér Já, Ég veit ekki svona- hvað ég er að tala um. Já, nei, ég er að tala um svona hrjótustimpil eða svona. Nei, bara svona, þú veist bara típan sem sefur með maska og þetta á vörunum og þú veist, og maður er svona ok, það er ljóta að vera aðeins að Ég held að þetta sé íkja bara, og bara reyna Já. að búa til eitthvað en ég held að sé alveg margar samt sem að eru alveg er pott eitthvað sem gerir þetta. En þú veist, það eru líka með þess að Cyró, red light therapy, Já, grímur já. yfir og svona Kim Kardashian facelift dótið. og Maska einhvern veginn yfir maska það, og já. þú veist, maður er alveg svona Og þú veist, overnight curls. já, Já. Þetta er bara svona extreme. já. Mér finnst bara nóg þegar með heatless curls eða svona overnight curls og þú veist Bonnet já, yfir. þá er ég bara, wow, hvað Og svo slaði mikið í svefngrímur það líka. Já, oh shit Já, En það er sem alveg. maður ekki bara svo ógeðslega illa líka Ég enda að segja mjög vel með heatless curls, sko. Já. Það er rosa í þægilegt. Þá er ég hálsinn. bara svo, vá, ég eftir að vakna á morgun, það þarf ekki að gera shit við hárað á mér. Það segir Það er ég. næs, sko Já. Herri, vá, takk fyrir gjafirnar. Ei, Ég er bara minnsta You en are að ég so segja welcome. ykkur leyndamál Já. Ég er mjög ósætt á mig Þú er aldrei smakka bestís Oh my god, ég hef aldrei smakkað Oh bestís my god Herðu, við þurfum að gefa En þér ég hef bestís. ekki smakkað neinn annan ís heldur Bara aldrei ís. Eða þú veist, hinn ísinn
Já. We don't talk about that. Nei. Tala bláa í sem. The one that cannot be named. Nei, en það sem ég ætla að segja er að hann Bleikur sko minnst upp á hlutur minn. Ég var að segja hatar bleikan. Já, einmitt. Á hverju? Ég veit það ekki. Hefur pröfað bleikan nýlega? Ég held að myndi faraði mjög vel. Mjög vel. Nei, ég nefnilega sko bara hef alltaf forðast það frá að ég var barn, þú veist. Það var bara eitthvað svona, Áhugavert. ég var náttúrulega bara, nei, það var bara eitthvað, mér fannst það eitthvað, ég veit það ekki. I didn't like it. Sko, við erum með theory Hvað er með það? að, og við höfum rætt þetta mikið í tebúinu, en þú ert í alveg bara smá hamingjusamari í bleiku. Það er þannig. Og þú veist, þetta hljómar eins og við séum eitthvað delusional. Það er ógeðslega hamingjusamur allt bleik. Já, en þú veist, það segir þetta allir sem komið á okkar, vá hvað kósi og komið líðið vel hérna. Já. It's the color. Já, í alveg, það er. Það er alveg Já. partur af þessu, sko. Og prófaði það bara. Á miðvikudögum. Bara pröfa, eða bara umkringja eitthvað sem er svona bleikt. Það kemur eitthvað svona feminum líka orka bara í mann. Þetta er eitthvað svona girl vibe, power, eitthvað svona... Við erum ekki alltaf að vera svona, sko. Nei. Bara, þú sást okkar ekki bleiku í menntaskóla eða eitthvað. Þú leiði að byrja tebúið, þá bara það sprakk bara út. Sprakk, sko. Það var allt bleikt. Já, en þú veist, mér finnst þetta mega sens, skilur, í sumum scenarium og á ókunnu fólki, þá finnst mér að geða eitt, skilur. En ég hef einhvern veginn aldrei sótt í það og einhvern veginn, ég er samt líka bara svona með bara eitthvað tattoo, skilur, að mér langar aldrei í blóm að því mér finnst það eitthvað væmið og eitthvað svona að gera alltaf eitthvað svona að því ég er svo væmin, veit ég hvað það þá finnst mér að vera væmið og væmið, finnst það? Ég skil, já. Já. Eitthvað þannig kannski. Já. Ég veit það ekki. Ég þarf bara að prófa þetta. Hvað stjörnum ertu? Ég er hrútur. Ok. Rísandi krabbi. Hver átt afmæli? 22. mars. Ok. Marsrútur. Þú talaðu á mörkunum hana? Já, næstu Fiskur fiskur. og, já. Ok. Vitið þið eitthvað mikið um þetta? Nei, ekki, myndi ekki segja mikið. Nei, en þetta er svona, samt, maður er alltaf áhugasamur. Já, mér finnst alltaf svona gott að vita um fólk. Já. Hvað er þið? Ég er fiskur. Þú er fiskur, já. Ég er ljón. Ljón. Já. En það er Fiskar skipta átt um skoðan eða? Ég veit það ekki. En vitið þið hvað er rísandi eða? Já, ég er búin að glemma. Já, ég er skorpjó. Já. Ég man ekki crazy. Ekki spyrja með múnum mitt, sko. Jesus, ég er tvíbur í mún. Já, ok. Og ég er Big psycho. three, sko, ángríns. Þessi 3 merki er ekki góð blanda alveg. Ég man ekki hver, manstu það? Nei, þú glemma því. En ertu, þú veist, hugsaður oft bara að er ég fucking cray? Nei, Nei. nefnilega ekki, sko. En finnst þið fólk finnast þú vera? Nei, finnst þér það? Nei. Ég held ekki, sko. Nei. Ekki pray. Nei, ég veit ekki alveg hvað tvíburinn er í mér, sko. Nei, hvað er ætlar að sé? Það ekki. Nei. Það þarf eitthvað að fara í einhverja stjörnuspeki. Já, það var alveg Læra gaman. þetta, Hafið ekki farið eitthvað svona? Nei, hefur þú farið? Já. Og fannst það að vera spot on? Ég sko, það er til svo margar útgáfur, sko, þú veist svona védísk stjörnuspeki er alveg svona, það er bara, maður er að passa sig að því, sko, það er bara smá eins og að fara til miðils, skilur Védísk spá. Védísk? Já, það er alveg svona... Ég hef aldrei heyrst það. Nei, það er bara tímabilin í lífiðinu og það er svo ekkert að það er alveg smá bara svona... þú veist, það er bara... á þessum tímabili í lífiðinu þá varst að upplega stærstu áfælliðin, skilur, og það læridómurinn sem kemur þar og þessi manneskja sem kemur inn hérna árið 2025, skilur, og svo núna er þetta tímabili að fara og maður er bara smá bara, oh my god, og bara alveg upp í, þú veist, og svo alveg kemur svona, ég ætla bara að stoppa núna, skilur, og það, ég vil ekki gefa rómiklar upplýsingar, veist hvað ég. Ó, hvað er áhugavert. Já. Við hefum einu sinni farið í svona þegar miðlarnir komu. Þá voruð með eitthvað svona og í framtíðin okkar. Það var svona tarrótspil, það er ekki að sama. Nei, já, einmitt. Það var það tarrótspil. Já. Þetta viss. Já. En svo líka Sigga Kling hefur nú komið. Já, þá fórum við svona tölufræði. Og bara almenna. Og almenna, en ég hef aldrei heyrt um þetta. Nei, ekki heldur. Veistu þetta, ég mun núna kíkja inn á þetta. Já. Þetta er mjög spennandi. Passaði. Já, en mér finnst þetta allt spennandi sem það þarf að passa sig á. Já. En, já, svo pælti því og hverju fleiri? Náttúrulega líka bara Vestræn stjörnusspá, skuli, hún er hérna sem heitir ég man ekki hvað hann heitir núna, en hérna hann er alveg líka svakalegur, ég skal senda ykkur hver hann er, ef þið viljið fara bara í, þú veist,
hrútinn og rísandi og allt þetta, skilur, þá farið alveg bara heila bók, sko. En þú veist, já, það er líka þetta human, dóti, human, menn ekki. Nei. En kýmversk, hefur bara eitthvað því? Já, ég kanina í kýmversku. Kanina, og Bambi í Indíána. Til Indíána? Já, veitum við það ekki. What the hell? We're unlocking new territory, sko. Það er svo margt, sko. Vá, það er geðveikt. En það er náttúrulega, þú veist, kínverska er náttúrulega bara eitthvað svona dýri sem þú ert einhvern veginn frá árinu. Já. Það er einhvern veginn. Þú er kanina. Kanina, já. Við erum rottur. Já, Proud, very proud. Rats, just a couple of rats. Just a couple of rats. En hafið þið farið til miðil, svo þessu? Já, ég fengi ég tilbúið. Já, en aldrei svona almenn, þú veist, ekki bara hvað? Ég hef ekki farið bara eitthvað svona in a quiet room. Já, menn ákveðlega að gera það, sko. Já. Hefur þú farið? Já, ég hef farið. Það var, hún var alveg intense, sko, þú veist, hún bara augun og fara alltaf aftur og eitthvað. Á Íslandi? Já. Oh my god. Og þess að finnir hún alveg skvísa, sko. Það? Og hennar bara, þú veist, maður ímyndir sér alltaf einhvern fullorna vitra konu, skilur, og hún var bara svona ung vitur skvísa, skilur, og var bara eitthvað, ok, ég verði út um allt, bara svo vitra, og svo bara eitthvað, wow, bara, hvað er með gler í þínu lífi? Og maður eitthvað, gler? Já, hvað er þetta? Og maður eitthvað, ég veit það ekki. Nei, það er bara, já, herru, þegar varst 5 ára, hvað gerist með glerbrot, þannig að skarsti? Já, örin sem ég með hennar, já, akkurat, einmitt, og svo bara heldur hún áfram og bara út um allt, skilur, og svo bara, en það er meira svona persónulegt, það er ekki, þú veist, og svo getur alveg farið í eitthvað og ef maður vill einblína á það, skilur, en hún er alveg crazy, hún er alveg bara crazy accurate, sko, þú veist, wow. Okay, we need her name. Já, þú skrifaði niður eftir því. Það er rosalegt. Þannig að þú ertu mjög svona spiritual. Já, ég er það, sko. Þú veist, náttúrulega ólst svaka mikið upp í svona svetti og svo leys. Það? Já. Ok. Mamma er, sko, alltaf hún er búin að leiða svett. Ég fór fyrst svett þegar ég var 18 mánaða, sko. Hvað er svett? Það er svona hefð sem að indíánar gera. Og það er svona Svona sánu eitthvað dæmið það? Já, þú veist, það er svona ein leið til að lýsa því, skilur, en þetta er meira svona bara eitthvað tengja við ekki tónlist og já, við allar áttirnar og forfeður og skilur og svo er maður inn í svona tjaldi þar sem að það er í laginu eins og móðukvið og þú veist allt í kringum þetta snýst að þú veist að endurfæðast, skilur, eða þú veist að fara svolítið bara að jartengja þig og bara svona aðeins að skilja egoið eftir og þú veist inn í þessu tjaldi í 3 klukktíma og þú veist steinarnir eru færðir úr eldinum þeir eru svona rauðglóðandi, settir í miðjuna og það er bara kolnaði myrkur hann inni og eini liturinn sem hún sér þeir náttúrulega bara steinarnir, skilur, rauðandir hérna í miðjunni sem er saman litur og fóstur nemur í móðukviði. Interesting. Þannig að það er svona Já, og svo erum við að syngja svona möntrur og svo maður er bara búin á því eftir þetta er svo mjög átækilegt sánu session, skilur Er heittan inni út af eldinu við það líka svona sána vibes? Nefnst, svo erum við að hella vatni á steinana, sko, það var alveg og er það maður í sundfötum það? Já. Indíánar, mitt fólk, sko. Já, þetta er þitt fólk ég trú ekki að aldrei heyrt svett. Nei, ég hef ekki. Ég hef bara heyrt svona eins og fólk er að fara í núna, gusu. Já, gusu, það er að vinsast núna. Já, það er trend. Já, það er mjög trendy right now. Já. En fórstu fyrst eftir 18 mánaða? Já. Það er rosalegt. Og ný komin úr kviðnum. Já. Og beint aftur. Já. Farðu að jartengja þig. Farðu að jartengja þig. Það er þetta mjög gott. Ertu að fara bara reglulega, eða? Já, mamma er bara með þetta 2 mánuði eitthvað. Já, þannig ég alltaf bara að hjálpa henni með það. Geðvikt. Það fer bara alltaf þegar hún er að gera þetta. Já, þetta er alveg svona eitthvað sem að verður partur af lífiðinni, þú veist, sem að bara svona, ok, það er komið svett, skilur Já, finnur þetta bara svona einhvern veginn Já, bara aðeins að einhvern veginn hlusta á þögnina, sko, þú veist, það er einhvern veginn Er eitthvað svona tjald fyrir það eitthvað staðar? Er þetta eitthvað svona, er þetta fyrirtæki eða er þetta bara svona, tjaldi bara eitthvað staðar? Nei, þetta er bara í sveitinni, sko þetta er bara það er bara búið að byggja tjald sem að stendur, skilur því það er bara svona ákveðin aðferð að hafa þetta, þú veist, svona kúlulega og þú veist
en já, þetta alveg byrjað að vera núna út allt, sko. Já, það ekki alveg svona Nú þegar það segir þetta, líður mér að segja hirtum þetta. Já. Þú hefur Út á 100% landi. heyrt þetta. Já. Hefur ekki hérst Aron tala það eitthvað? Það geti alveg verið. Já. Ég veit það Hann er ekki. alveg farið í svona. Já, rámar í þetta núna. Birnið eitthvað, hann fyrir oft Já, það geti verið þeir að tala um þetta. Og tala svo mikið. Já, En já, það er einmitt, já. Vá, þannig að þú ert alveg svona smá spiritual, segir þau. Já, þú veist, samt, mér líður ekki þannig, sko, þú veist, en svo kannski stundum þegar ég byrja að tala þá kannski, þú veist, hljómar það þannig. En skilur, er hárið í lagi? Já, bara gerðist. Þú getur gett bara hvað sem og er bara, já, það er lúk. Jú, þú veist, ég ólst svo mikið upp í bara svona, þú veist, bara kalla á almætti og, þú veist, skilur, en ég hef aldrei verið eitthvað guð eða kristintrú eða neitt, þú veist, ég hef alltaf verið bara rosa trú að ég hef bara treyst, skilur, og verið bara eitthvað, já, þetta er í höndum einhvers annars og ég þarf bara að fylgja innsæðinu, skilur, en þú veist, það er bara eitthvað mín trú, skilur, ekki endilega Ekki eitthvað trúf, þú veist, ekki eitthvað sem ég ekki eitthvað sem ég hef lesið eða, þú veist, eitthvað til að tilheyra einhverju, skilur, eða eitthvað, þú veist, en svo hef ég bara ekkert kynnt með það, skilur, þú veist, mér er alltaf fundið búttismi ótrúlega falleg trú, skilur, en ég er svona, en ég veit það ekki, trúið þig á eitthvað? Ég bara... Drauga? Já. Trúðu þú drauga? Já. Já, ok, gott maður. Skrítið þegar við hittum fólk og það er bara, nei. Vist alltaf verið svona. Já, er það ekki smá svona matvanda fólki? Jú, það er það. Er það ekki? Bara tóm og svo. Það er bara svona eitthvað, það er bara svona með svona hesta hérna, hvað er það? Já, einmitt, bara head up their own ass. Já. Pæla ekki neinu öðru. Bara, þú veist, hvernig getur verið það sjálfsendrið þá bara, það er engin annar en það sem deilir þessu jörðu með okkur. Já. Þú og fótt ekki á gimmur heldur. Herru, ég hef sko séð svo intense svona stjörnu UFO-dæmi að sko pabbi minn sem bara er mjög svona skeptiskur á allt sko og þar var alveg mjög mikla sönnun fyrir öllu. Vorum upp Sjónbúrstað, vorum í hérna heitubotninum og svo bara erum við eitthvað, þetta er björt stjarna eða er þetta hérna satellite og svo bara eitthvað birtist annað koma 3 byrja svona allar að vefjast svona í kringum hverjara, alveg svona mjög skær ljós, skilurðu og raðast í hann upp í svona beina línu og svo bara, hverfur þetta? Wow. Og þetta var svo intense að pabbi minn var sko skítrættur og við vorum bæði bara, hvað vorum við að horfa á hérna og þú veist, yfirleitt sér maður svona já. Sáu þetta einhver? Enginn með trúa mér, já. En þetta var, þú veist, bara, við tölum ennþá þetta og við þarfum alltaf að setjast aftur niður og bara svona, hvað gerðist þannig? En ég sé 100% Oh my god. Það er gott samt að pabbiðin var með. Já. Besta mannskjan til þess að vera með þú veist, allt er svona skeptiskir eitthvað sem trúir ekki á neitt svona. Hafið þið séð eitthvað svona? Ekki UFO, sko, ekki svona gimmuru tengt, sko en maður er upplega alls svona spooky, sko eins og ég hef alltaf sagt bara, þú veist, leið og ég fell frá, þú veist, þá ætla ég að honta þá sem að sögðist ekki trúa á þetta sem verður bara býst tóka hans í rúminu og eitthvað svona bróka fólk það miður í götu Já, maður verður ekki það. Já, þetta er mjög mikilvægt, sko. En mér finnst líka bara að við búum einhvern veginn á okkur eyju, við erum eitthvað föst innan saman og þú veist, það er svo mikið, þú veist, þetta er kannski ekki eitthvað elsta land í heimi þannig séð, en það er svona alveg svo ókslega mikið að sögu hérna. Og náttúran er fucking creepy, sko. Tröllin og búálvar og allt þetta dæmið, þú veist. Já. Ég fór alveg sem barn bara að leita álfum, sko. Þú veist, það var alls konar leiðir til þess, sko, ég hef ekki ennþá að sé álf, sko. Nei. Ég held náttúrulega bara að ég væri álfa prinsessa, sko. Já. Út af einhverju, þú veist, sérstöku? Já. Hvað ákveðt einhverju? Ég fann fugl þegar ég var svona 5 ára. Vantaði augað og ég fór með hann inn í svona lítinn helli og lagði hann þar inn, setti stein fyrir. Svo fór ég og bara, mamma, ég bjargaði fugli. Sem náttúrulega ég var alls ekki að gera, ég var bara 100% að drepa hann greiði fugl, eitthvað læsa hann inni og svo kom ég deginum eftir og var hann horfinn og ég bara eitthvað, hann hefur gufað upp og ég er álfa prinsessa það var bara mín rök fyrir því skilur og svo bara væntanlega hefur hann flogið bara einhvern veginn út skilur, komið sér einhvern veginn undan en þannig að ég allan að leiði þeirri trú mjög lengi svo ég var álfa prinsessa Mest flott, og svo þá fórstu bara einhverja lífsleið að leita á álfum Okay. Það var eitthvað svona tína rust og eitthvað
Það stóð í einhverju bók. Hver sagði það? Foreldraðinni, Mamma. Þú þarft að týna röst til að finna álfana. En það var kona sem að reynda dái núna, sem heitir Edda, sem var svona Álfakona. Sá álfa, sko. Ok, geðvikt. En hún dáin í dag. Álfar litlir? Já, ég held það. Og huldufólk það líka lítið, eða það stórt? Ég held alveg líka, sko, bæði bara. Aha, ég sá alltaf fyrir mig álfar, svona pingu litla, svona eins og gnomes. Og svo huldufólk var bara eins og bara í Lord of the Rings, skilur. Full grown elves. Elves, já. Ég veit. En ég meina, einhvers dag hlýtur þetta að koma líka bara þessi innblástur. Innblástur. Bara fólk að taka óvart sveppi gamla dag. Já, akkurat. Gæti alveg verið. Alltaf álfaðinni, sko. Já, en samt, svo bara fólk getur bara í Kópavogi, skilur hana. Ekki komið steinasöguna inn fyrir Ég skal segja hana. Þetta var í gulla byggir þættinum. Fólk í Kópavogi að byggja og það bara allt var að bila. Gröfurnar, allt frá skeis. Þannig til að segja þeim, það er búið álfar í, þú veist, berginu hana, skilur, í grötinu hana. Farið með sultabrauð. Eða marmelaðabrauð eða eitthvað og þau gerðu það og þetta hætti. Ég finnst þessu. Já, þetta er saga sem gengur. En þú veist, þetta er bara heimili á álfunum þá, ef ég myndi trú álfa. Akkur þetta er að fara bara að fá að þið fengur sult og brauð. Nei, þetta er smá svona. Nei, svona grjóti endalaust þarna. Þetta heitir marbakkabrauð. Þetta er bara allt út í, ég bara segja hvað ég heima. En þetta er allt út í, þú veist, grjóti. Þannig að þetta er svolítið svona bara we acknowledge you, bara við veitum að bara við byrjast afsökunar, við séum að rífi fullt af grjóti. Það er bara það að gera það með sult og brauð. Já. Hvað trúir þessu ekki? Þú trúir ekki álfa? Þú trúir drauga en ekki álfa? Já, ég er ekki mikið álfakona, sko. Þú veist, nema, nei. Ég sé bara ekki einhvern veginn fyrir mér, álfa. Nei. En tröll, hvað eru með tröllin? Ég held að það var til tröll. Ég er bara erfiðara með tröllin. Það meinar það ekki til álfar, en samt til tröll. Tröllin eru dáin núna, þau eru það steinum. Þau eru dáin. Já. Þau eru bara, ég senni bara eitt gammalt tröll. 100%. Já, ok. Heldur það ekki? Jú. Rísa tröll. Jú, velkjörlega. Mér finnst bara svo fyndið að trúir ekki álfa en trúir tröll. Já, það er svona meira back in the days, en álfarnir eru ennþá til. Já. The spirit lives on. En líka, bara, held að fjöll sé ekki líka með eitthvað svona spirit. Hvað eru fjöll? Já, og það eru tröllinni þeim. Já, þá er það same eins og grjótin, skilur. Ég var erfiðara með tröll heldur álfa. Ég var ekki já. Nei. Já, ég veit ekki hvað þessu. Þú er bara, já. Svona er það. Þetta er svona. En já, mér svona, þú getur alveg verið einhver álfa prinsessa, sko. Takk. Ég 6 ára bríð trúir ég þá, sko. Já, ég sammála bara. En þú ert líka með mjög svona, oft svona, það var svo gaman þegar þú varst dómar í ædolunni, þú varst alltaf svona skemmtileg outfit, það var alltaf svona, eitt mest spennandi var svona, ok, í hverju er bríð, eða hvernig verða neglurnar á bríð. Já. Það var geðveikt gaman. Já. Þannig að þú veist, þú er líka, hvað er þú að leita innblástur á svona, hvað ég segja bara? Fashion, já, bara, ég ætla að segja svona, bara svona original fashion, þetta er svo ég bara í ruslatunni, sko, að þú veist, bara eitthvað svona gett. En þú veist, það er bara eitthvað að nota það sem ég hef, sko, það er eitthvað neginn býrt oft til, alls konar rugl, sko. Hefur alveg farið í ruslatunni? Já, þú veist, í þú veist, gáma og svona, skilur að finna eitthvað plast og bræða niður og eitthvað svona, sko. En ég veit ekki, það hefur einhvern veginn alltaf verið í mér að svona þessi þrá að vera öðruvísi og kannski stuða fólk líka, skilur að bara alveg frá því ég byrjaði bara að ráða í hverju ég átt að vera, skilur og bara fyrst skipti sem ég fekk útborgað þá var það bara að fara að kaupa föt á nytjamarkaði og helst, þú veist, litrikar og skrýtnar því betra, skilur en ég svo bara einhvern veginn byrjaði, þú veist, það að vera í þessum tónlistar heimi einhvern veginn þá einhvern veginn fekk maður svo stórt vinnuborð fyrir því að búa til að það er svo margt í kringum það að vera tónlistamæður, skilur, og þá einhvern veginn var það svo ógeðslega gaman að skapa meira, skilur, það er svo margt í því og ég er náttúrulega byrjaði að vinna með líka bara klæðskera, þú veist, þegar ég er 17 ára, þú veist, þannig að við erum búin að vinna saman að öllum mínum lúkkum og eitthvað svona þegar ég nenni að vera með lúk, skilur, því það er bara
það til nokkrar útgáfur af Bríeti, sko, og það alveg bara trashy hérna, nenni ekki að hugsa neitt, skilur en bara í ruslinu, sko, það bara eitthvað það bara oft eitthvað þann, sko. Já, bara okkur, já, algjörlega. Hvað uppáhaldslúkið sem var gerst? Eins og niður gerði svona var ég alveg rauð og var eitthvað Gísla Marsteins atriði og var í bara svona rauðum kjól einhvern veginn sem að lá yfir allt sko sviðið mér fannst bara eitthvað svo gaman að vera í öðrum lit mér fannst það ekki lúk Varstu þá málu alveg rauð líka? Já, bara alveg okay. bara svona hammu hérna eitthvað dæmi svona, en það líka svo gaman, maður fer í einhvern karakter líka, skilur, alveg ósjálfrátt, þú veist en þú veist, það eru margir búningar sem að hafa svo mikið vesen og svona því meira vesen, því svona meira er maður ánægðar að það virka á endanum, skilur þú veist, hvort sem það er eitthvað að búa til eitthvað 8 metra langan kjól, skilur, sem þarf að hanga hana eða eins og í hörpunni hana á sínum tíma eða eins og hún gerði við svona keðjulúk, það voru bara öll út í keðjum og neglir og eitthvað svo er ógeðslega gaman oft bara þegar að maður er svona með smá hugmynd og svo bara erum við alveg að vinga það, skilur, og það bara málar sunna mig og þú veist og Íris gerir bara eitthvað hár og við bara svona endum á því að púsla eitthvað saman bara á staðanum, það er líka minnst það ógeðslega gaman, sko en ég á ekki svona eitthvað eitt sem er bara eitthvað, þetta var the ultimate besta lookið en marga minningar af einhverju svona eins og tíma fyrir íslensku tónlistaverðlaunin og gerði ég svona glerkjól og það er eiginlega langt skemmtilegast þegar maður fer eitthvað svona bílaverkstæði og er eitthvað svona eigið plexigler eða fara eitthvað svona og einhverju kallar eitthvað svona hvaða þú að gera það ég geti fengið steypu hérna þegar ég er að fara að gera mót og já, hvernig ætlar að gera það og maður er bara ég er bara að gera það og hérna einhvern veginn tókum við mót af brjóstunum á mér og hérna svo þurfti ég að fara inn á hérna svona alveg mesta andstæði stað sko í heimi eða svona hvað heitir þetta aftur hérna svona þegar að strákar fara og keppa skilur í þú veist svona búningum eða strákar fólk bara og veit ekki hvað það var Comic-Con eða eitthvað já hérna ég held að Jóhann Kristófur fór einhvern tímann í þetta með Harald Eðra og Lóa Petru og eitthvað bara eitthvað larpa já það var svona larphús skilur að þeir búa til bara svona búninga úr plasti og eitthvað svona dóti bara alveg frá grunni, bara svona hermannabúninga og eitthvað svona dóti skilur og eitthvað kalla og eitthvað svona alveg bara mjög sko specific dæmi og við vorum með mitt að taka mót af líkamannum og okkur vantaði þú veist að gera svona brynju skilur á mig þú veist, eða það var hugmyndin og svo bara fórum við að hittum þess að gæja og þá bara ætlaði að gera hvað ég var með að fara að taka mót af brjóstunum mínum eitthvað já, ok, og svo kom maður með eitthvað plast, skilur, svo bara finnum maður eitthvað út þessu og bara eitthvað bræði það og festir á líkamann og svo bara verður þetta eitthvað ógeðslega fallegt, þú veist, skilur, og fyrst er þetta bara eitthvað drasl, skilur, minnst það eiginlega langt skemmtilegast, þegar þetta endar sem eitthvað svona, ok, þetta virkaði, skilur, og svo náttúrulega eru svo mörg lúk sem að maður bara eitthvað, þú veist, ég hefði átt að gera þetta betur eða þetta var ræðilegt, skilur, og það er bara parturinn af þessu, sko, neina, bara þetta ferðalega að gera gott slæmt. Já, þannig að því meira sem hafði fyrir átfitinu, því meira svona, you're up there. Já. Ég trúi því alveg, það er svona, já, svona skemmtilega einhvern veginn að þurfa að hafa fyrir hluturum, þess að fara bara að kaupa tilbúið, það er eitthvað gaman. Já, það er alveg algjörlega líka verið dæmi, sko, þú veist, vilja ekki að einhver geti keypt nákvæmlega sama, skilja. Já, einmitt. En, já, ég er bara heppin að vera með gott fólk í kringum líka, sko. Já. Bara gott í því sem það gerir. 100%. Damn, en þú veist, ertu að fara tónleika, halda tónleika og þannig, þú veist, verður við ekki, ég hef ekki ennþá að fara á Bríð tónleika, það væri gaman að fara. Já. Hérna, ertu með eitthvað svona outfit change, ertu bara, ég á til að kannski fara svona aðeins of langt, sko, en yfirleitt. Er það hægt? Ég er svona, þú veist, bara, ég veit ekki, ég held að kannski, nei, það er náttúrulega. Nei, ég held ekki. Fuck it maður, it's your show. Gríns. Þú gerir þú vilt. Það er langt skemmtilega, sko. En þú veist, mér sko nefnilega fólk fara að tala svona eins og það fyrir okkar Beyoncé show og það er smá bara eitthvað, herri,
8. outfit change var bara hvað, herri, whatever, maður bara syngdu lagið, veit hvað við. Já, ég rosa. Var hún þá svo lengi að koma og segja aftur eða eitthvað? Nei, bara var, þú veist, það bara, öllum var bara orðið sama eitthvað nýjan kjól, skilur við, þú veist, eitthvað nýtt lúk, fattur mig, það var bara svona, ég var allavega að heyrsta það. Já, þú veist. Ég bara ímynda mér eins og Sabrina, hún skiptir alveg oft, en maður er svo spenntur að sjá allt, skilur við. Já, ég myndi alltaf, veist, ef þú ert spenntur fyrir tónlistarfólkinu, þá ertu spenntur fyrir átfitinu, skilur við, þú veist. Já, ég myndi halda það. Já. It's part of the show. It's part of the show, já. Já. Ég reyna að halda mig við svona kannski 2-3 outfit change, þú veist, það sé ekki meir en það, því þá fer maður eitthvað svona bara með það er bara, já, maður þarf að hugsa ef það er svona 2 tímar, kannski aldrei mikið að fara í 8 eða eitthvað. Já. Það ekki. Kannski. Ég myndi samt elska það. Ég væri bara, that's the grind. That's what I want. But let's go. Já, maður vill heldur ekki eyða, held ég, bara svona öllum átvitunum sínum, eða þú veist, öllum hugmyndunum í eitt sjó. Nei. En það er líka bara við Ísland, það sem að, þú veist, ég er orðin smá þreytt á að bara eitthvað svona, leggja ógeðslega mikið í eitthvað, skilur, og bara pening og tíma og, þú veist, allt sem að það tengist að halda eina tónleika, skilur, og svo heldur maður, þú veist, 4 tónleika í Hörpu, skilur, og svo bara aldrei aftur, og maður er með bara eitthvað 7 metra háan turn, skilur, og maður er með bara eitthvað öll þessi lúk og allt þetta dæmi, og maður er bara, ok, ég er ekki að fara að nota þetta aftur, skilur, versus það að túra, skilur, Evrópu, dæmið, fattar það mig, og það er svona, það verður ógeðslega svona, já, ég skil svo vel að metnaðurinn fer dvínandi, skilur, með hjá listamönnum hérna heima, skilur, að bara svona, herri. Já, því að hvort þér allir þessir að fara að kaupa miðana. Þú þarf ekki eða ekstra miklum peningi að. Nei, já, og líka minnst bara setja upp með geðmingi kostnað, eitthvað dóti sem voru bara svona dem, þú veist, það mun ekki nýtast aftur, já, ég skilða alveg, það er leiðilega við þetta, við getum ekki verið aðeins fleiri og bara með aðeins svona stærri líka venue, þú veist, það er ekkert auðvelt að fara bara eitthvað út land, skilur, að halda æfatti, þú veist, jú, það er alveg hægt, skilur, en það er líka að vera kannski bara fleiri venue hérna eða eitthvað þannig, ég veit ekki. Já, sem ég verið að nota hvað Laugardalshöllin alltaf og eitthvað. Já. Það var að vera bara gott venue. Já, síðan er bara síðan, já, og hérna, líka hérna rétt, já, Kórinn, já. Svona, skilur. Það er svo boring venue. Já. Er það bara ég það? Ég veit það ekki, en það er líka bara svona, þá er líka, ég elska líka bara svo mikið nándina, skilur, ég vil, þú veist, líka gera sjó sem að, þú veist, ég sé í augun á fólki, skilur, ég fæ rosa lítið úr því að vera í Laugardalshöllinni, skilur, og bara hafa fólki, skilur, og ég veit að fólki aftast er bara eitthvað, þú veist, næri ekki að vera með og það er bara spjalla, skilur, mig, þú veist, versus það að vera einhvern veginn í Hörpu sem allir sitja og eru svona freka nálægt eða ég silfi bara ekki eitthvað, skilur, þannig að ég, eins og jólatónleikarnir í fyrra var ég með svið í miðjunni, þannig að ég væri bara sem nálægast fólki, en svo sækist ég bara mjög mikið að vera bara í fríkirkjunni og vera bara, eins og núna jólatónleikarnir í ár, þeir verða bara í fríkirkjunni, þú veist, bara því mér langar bara að spjalla líka, skilur, þú veist, það var gaman að gera þetta allt, skilur, og vera bara í gallabuxum, skilur, en þú veist, þannig að ég reyna alltaf að gera þetta allt saman líka, þú veist, að ég ekki að vera, að ég fann á tímabili þá var þetta orðið svo svona, maður bara, hvernig á ég að fara, þú veist, toppa því það var orðið svo mikið samtali líka, alltaf bara svona, hvað, hérna, ég myndi eins og ædolið bara, hvað gerir Bríet næst, og svo voru við stundum bara, á ég ekki bara að vera, þú veist, bara í tank top, skilur, já, nákvæmlega, í náttfötum, bara til þess að það sé sjokkið, skilur, þannig að, hérna, það er mikilvægt að gera þetta allt saman bara. Ég veit, það er erfiðast að toppa sjálfa sig. Já. Æskilur, þú veist, það er erfiðast að keppa við sjálfa sig. Já, svo setur maður sjálfur bara pressun á sig. Já, nákvæmlega. En tengið ekki vera núna bara eins og með tebúið og þetta í Háskólaby og vera bara með það sjó. Hvernig ætlum við að gera þetta betur? Já. Og síðan finnum maður alltaf einhvern veginn, skilur, svo kemur alltaf eitthvað svona. En núna er það bara það er svo fjarri manni að maður myndi ná því. Það var það líka bara í sumar, þú veist, áður að við plönuðum þetta, sko. Þannig að, þú veist, maður getur allt sem maður ætla sér. Við tengjum smá. En ég er sammála, þú veist, bara ef ég myndi tengja ef okkur liveshow, skilur, ég væri til að geta nota þessi props aftur. Já, akkurat. Við fá aldrei aftur nú að vera notuð. Þau bara upp á skrifstofu en það sem djásninu okkar. Akkurat, algjörlega, þetta er svona það, sko. Já.
Þannig að það er alveg verið skemmtilegt. Þannig ég skil það mjög vel. Ef þú varst að gefa út plötu núna, Já. Act 1, Já. og svo kemur Act 2 og 3. Já. Ok, og Act 2 kemur... Það kemur í febrúar, mars, eitthvað þannig. Nice. Birthday. Okay, Já, spennandi. birthday. Já. Nákvæmlega. En þess að fyrst kom svona smá country, svo kemur... Svo kemur þessi dramatík, sko, þú veist, þannig að hérna, stóru balluðunar, sko. Ok. Sinfoníunar, þú veist, allt þetta einhvern veginn. Geðveikt. Og svo kemur pop-dívan, sko. Ó, hvað er skemmtilegt. Ákveður það splittir svona? Út af því að ég er að skipta tungumál og þú veist, mér finnst einhvern veginn eins og að ég sé að kynna mig fyrir nýjum hópi, skilur. Og mér varst það svona líka einhvern veginn bara að vera spennandi líka fyrir mig að svona eitthvað að því mér var alltaf að heyra fólk tala mig sem hún er bara svo mikið country rá, alltaf með gítarinn og ég elska hana í fríkirkjunni með hennar, skilur svona þessi típa, ég vil bara heyra hana syngja country, skilur, eða svona kúrgan og eitthvað bara vera með gítarinn og svo er aðri bara eitthvað, hún er bara alltaf einhver svona drama og þú veist hún er svona eitthvað með þannig orku yfir sér og allt eitthvað svakastórt og svona bara Disney drama lagið, skilur einhvern veginn, bara ástarhörgat balluðunar og svo heyrum maður svo marga hérna bara neglunar og hárið og þú veist pop-dívan, skilur, bara stælarnir og bara alltaf raskatinu, skilur og ég er þetta alltaf námi, ég er alltaf að leika mér að fara í þessar myndir einhvern veginn og það einhvern veginn fannst mér bara gaman að gera það svona ógeðslega skýrt, skilur þannig að það sé líka bara skýrt fyrir mér þetta ég rugla sjálfa mig í rýminu stundum svo mikið að vera eitthvað nei, það ekki fara út allt og svo þannig að það var líka bara smá fyrir mig að bara að því ég var sérst komið með þessi lög líka fyrir frám og þá sá ég það svo skýrt sko, bara já, það er alveg 5 hérna country lög og það eru 5 svona og 5 partí hérna bara lög eitthvað þá, þú veist bara skipti ég upp svona 5 það er líka 15 lög já hvað tekur langa tíma að svona skrifa allir þessi lög og taka upp og eins og þessi plata þú veist, ég byrjaði kannski eins og á Kápakiller fyrir ári og svo voru sömlögur sem gerist bara hvað 3 mánuðum en síðan þú veist skilur maður oft bara 2 daga samið lag skilur eða eins og Kápakiller var samið á sko á 2 klukkutímum en svo bara þú veist að fá pródúser og breyta því og mixa það og eitthvað svona og það tekur bara sinn tíma og svo bara er þið leiðis á morgun, nei, næstu viku og þú veist, svo bara líður tíminn það er svona, tekur þetta alltaf einhvern veginn ár eða eitthvað að klára lagið, skilur mig þannig að já, þetta er ég byrjaði raun og vera á þessu bara fyrir 1,5 ári svona 1 ári, en svona hugmyndirnar og textaskrifin og svo leiðis byrja einhvern veginn alltaf í einhverjum ástarsorgum, sko, þannig að það kannski byrjaði fyrir 2 árum Færðu bara geðað mikið innblástur úr ástarsorgum? Já, það er eitthvað svona alltaf eitthvað sem maður sækist í, sko eða bara eitthvað sem ég kann, kannski þekki líka bara svona auðvelt að eitthvað nota það, skilur mig, að því þú veist þar og líka bara virkar, skilur margir tengja og já, mér finnst fólki ástarsorg yfirleitt hlusta meira á tónlist heldur en ekki það er enda rétt þetta er ekkit eitthvað bara þannig, en það er svona oftast þegar vinkonum er kringum í ástarsorg, þá hlusta þær ekstra mikið á tónlist og textana og þú veist, maður hefur gert það sjálfur, skilur það er maður bara að tengja inn í öll lög Akkurat. En ég hef líka alveg heyrt lag, ég veit ekki hvort þessi sikk að segja þetta, en ég hef líka alveg heyrt lag og við erum bara fuck, ég væri til að vera ástarsorg bara til að syngja bara vel að tengja meira þetta skrítið að viðurkenna en ég man bara þegar Lemonade kom út þá var ég bara, shit, ef ykkur hefði haldið fram með mér hvað ég væri að syngja hátt en það er svona svo fallegt við að fá að gera það, skilur, er eitthvað að tengjast fólki á þennan hátt að það er, þú veist, það er svona líka á ég til að verða kannski aðeins of beinskeitt eða skilur segja aðeins og satt í textunum mínum, þú veist, að einhvern veginn að ég sé að segja minn sannleikar, skilur sem að ég stundum skýt mig í fótinn með sjálf, sko, að vera eitthvað Það er eitthvað sett út á það? Nei, bara þurfa að syngja það síðan restina af lífinu sínu, skilur ég skil en svo verður þetta bara dagbók, skilur einmitt já, nei, einmitt
Shit, já, nei, ég trúi því. Að skrifa svona in the heat of the moment og svo bara, oh, fuck, I'm so over that. Já. 5 ára setna, það bara en þá bara myndast líka aðra tengingar við lögin og þú veist, bara minningar og eitthvað svona, sko. Það verður líka mjög nostalgist fyrir mér að vera að syngja mína einn lög, skilur, einhverja minningar eða ferðalög eða eitthvað, þá ef maður allt í einu, þú veist, á maður öðruvísi minningu við þetta lag heldur en hvernig það var fyrst, skilur, og núna að syngja plötuna Kveða Bríet er bara mjög skrítið fyrir mig, sko, þú veist, að ég er ekki að hugsa manneskuna sem hún var saman skilur, bara eitthvað allt annað dæmi, skilur, þannig að þetta bara fer alltaf einhverja hringi, sko. Já, einmitt. Ó, þetta er ógislega, já, þetta er ógislega áhugavert. En af öllum þessu 15 lögum, er þetta bara þú eða ertu með feature með ykkurum? Ekki eins og Nei? Ég gleymi sko alltaf að pæli feature. Ég bara... Nei, þú kannski bara þarft þess ekki. Nei, þú veist, þú veist, mér er það ógislega gaman, skilur. Ég bara, það bara hvarflar aldrei að mér, fattur mig, þú veist. En það er oft beðið þig að vera feature, eða ekki? Jú. Já. Ég veit. Já. En ég gera það ekki oft, sko. Nei. Áttu eitthvað lag sem er feature með einhverjum? Það sem ég feature á. Nei, þú er feature á, nei, heldur þitt lag sem einhver er feature með. Já, hann að Feimin, Aron Kahn. Ok. En það er eina, held ég. Ég veit. Og svo bara náttúrulega gerir ég og Birna þess að plötu saman. Já. En þú veist, annars hef ég bara verið feature hjá öðrum, þú veist. Hjá Bubba með Ástrósu eða Frikka með Hata ekki hér, eitthvað svona, en ég, já. Svo jólalagið hann. Já, jólalagið með Valdimari mitt og eitthvað. Það er uppáhalds jólalagið mitt. Það er svo fallegt. Já, mjög fallegt. Það er svo gott. En hver væri svona drauma featureðin? Í heiminum bara. Já, bara í heiminum. Lifandi eða döður? Life or death? Bon Iver. Já, gett. Hann er svona, bara frá ég var einhvern veginn úlingur í öllum mínum ástasorgum. Já. En jú, hann og var náttúrulega feitt að gera eitthvað með Billie Eilish. Já. Já, þú veist, svo margir, sko. Bob Dylan. Já. Country. En ef það verið erstu með eitthvað Íslending sem hún verið? Er það kannski... Ég er alveg búin að gera það bara svolítið. Já. Og Spubbi var alveg eitthvað svona áhugavert þrep. Kannski Raka Gísla, það væri feitt ef við myndum gefa þetta eitthvað saman. Já, geðið. Nei, ekkert sem að kemur svona eitthvað. Nei, þetta var bara geggjusur. Bara forritin, sko. Alltaf svo gaman að heyra, þú veist, hvað ég veit ekki, svona, sérstaklega með Íslendingana, þá heyrir maður svo mikið hvað maður alveg upp með. Já, akkurat. Svo, já, gaman. Akkurat. En það var alltaf eins og Ásgeir Trausti, þú veist, svo bara let maður að gerast, skilur við. Ég held kannski eins og Június Meivand væri gaman. Hver það? Við ekki hvað Június Meivand er? Nei. Hann ekki að gera. Er það Íslending? Já. Ok. Tjekka þig? Já. Svona, veist þú hver það er? Nei, alls ekki. Nei. Örgulega Ekki enn. heyrilag. Ekki enn, já. Kannski ef við heyrum lag. Já, pottet. Það er rosalegt. En hvað er, þú, ég veit ekki hvort það er leyndamáli, bara I overheard you. Þú ert að fara að túra. Já. Já. Já, ég er að fara að hita upp fyrir Emilíun Turini núna og eitthvað, hún er að fara einhver túra og eitthvað. Það verður eitthvað gaman. Verður það bara í Evrópu? Já, Evrópu. Já, gætt. En svo bara á næsta ári ætla ég að fara svolítið bara sjálf eitthvað. Ok, nice. Með mitt út. Gaman. Ertu með eitthvað planað, veistu hvert? Það er svona eitthvað aðeins ennþá. Ok. Eitthvað, það er svona. Geðvikt. Gaman. En já, gaman en líka skerið. Þú veist, maður er mjög mikið að byrja på neitt, skilur. Bara að fara út í óvisinu, sko. Nýja markkóp. Já, bara eitthvað upp á sig bara, hi, my name is Bríet. Það er alveg bara að vera fyndið, sko. Já. Gaman. Geggjarænt. Já. Oh my God, en hvernig er að syngja núna ensku? Hvernig líður með það? Komið til náttúrulega, finnst það erfitt? Ég náttúrulega byrja á ensku, sko. Já, einmitt. En mér finnst það erfiðara, sko. Þú veist, mér finnst það svona, ég þarf meira hjálp, sko. Þú veist, bara að spyrja, er þetta rétt sagt, er þetta rétt enska, eða hvað það er, skilur, en já, ég er alveg búin að vera bara svona, finnst þetta smá flókið, sko. Flókið skrifa að vera eitthvað byrja á ensku, þó þetta sé svo lítið, skilur, maður er bara eitthvað rétt svo að skipta tungumál, en það bara kemur ekki eins náttúrulega, skilur, þannig að maður verður smá
svona lítill bambi að læra að labba aftur, sko, þú veist. En síðan það bara eitthvað, tónlistin bara svo mikið, maður alltaf að vera eitthvað að setja ego til hliðar og biðja hjálp, sko, þú veist, það bara það sem, það eina leiðin til þess að komast áfram eitthvað bara að verða ekki of stór fyrir eitthvað eða of neitt, skilur, þetta bara þetta fer svo mikið upp og niður, skilur, leið og verður kokki þá er þetta bara búið, sko. En þú veist, það hefur engin, það er bara bull, skilur. Það skýn líka bara af manni, einhvern veginn, æfasti. Alveg. Þegar fólk svona of eitthvað, orðið of gott fyrir aðra, eða whatever. Algjörlega, það er alveg. Áhugavert að sjá kollega sína eitthvað en dætt inn í þá grifið, sko, þú veist líka. Að þeir sem hlustandi, það ámaður líka bara erfiðara með að tengja við þá mannesku. Veitu hvað ég meina? Akkurat. Þannig að, ég skil það vel. Maður verður að passa sig. Stay humble. Já, fara í svett. Já, ákveð, sannlega bara. Hafið þið áhuga að fara í svett, eða? Já, er þetta eitthvað sem þið myndið fíla? Ég er svo til að pröfa allt svona. Já, ég er 1.8 Indjáni, sko. Að það? Halló? Þannig ég á að prófa þetta. Þetta er bara her home remedy. Er hvernig, hvað? Lang afinn. Komina sem hermaður, já. Wow. That's fucking cool. I got the roots. Veistu eitthvað hvað tribe hann er í? Mamma mín veit þetta allt, sko. Ég gleymi öllu svona. Það er bara að hringja hana. Já, maður hringja hana. Það var ekki Indjáninn sem kom eitthvað en að Sompnono? Jú, hann var Indjáni, bara full on, sko. Já, en ákveðin Sompnono. Heitir hann Sompnono? Nei. Held ekki, nei. Ég held að ég bara Georgia eitthvað, sko. Ég fór að grýma þér. Hver er það? Ég veit ekki, hún var að segja. Hann kom með svetti til Íslands. Já, nei, sko, nei. Það væri langa við, þá væri það var bara í heimstyrjöldinni, sko, bara í ástandinu. Já. Þegar allir hermenninu komið hana. Akkurat. Hvenær kom svett? Það kom, kannski, fyrir 30 árum. Já. Það er lengra síðan. 30-40 árum. Já. Einmitt. 30 árum, það er bara eitthvað 1995. Já. Einmitt. Já. Langaðin var ekki að koma þá. 40 eitthvað. Það fyrir 50 eitthvað, 1950 eitthvað. 30 ár, það er stutt. Já, einmitt. Það er bara lítið. Já. En þannig að það er eitthvað staðar í Bandaríkjunum, já. Ok, þannig að þú erst bandarísk. Já, eitthvað partur af mér. Er þetta eitthvað meira, bara, veistu? Veit það ekki. Nei. Ekki svo við veitum, nei. Það er eitthvað að tjekka þig? Nei, ég hef aldrei tjekkað þig. En þú? Já. Hvað er þetta? Pabbi er ættleitur, sko. Já. Þannig að, ég og Aron tókum svona próf að finna, því við vitum ekki hver pappans er. Við vitum hver mammans er sem ættleiðan hérna hingað til Íslands. Hún heitir Pamela, var frá Texas. Var það Pamela Landsson? Nei, var ekki Pamela Landsson. En mér finnst að það er til eitthvað íslensk lag sem heitir Pamela í Texas eða eitthvað þannig. Já. Pamela í Dallas eða eitthvað. Já. Og hún heitir alveg Pamela og býr í Dallas. Er það hana aldrei? Nei, þetta er ekki sant. En þannig að við veitum ekki með hverjum hún eignaðist pappa. Þannig að við Aron tókum eitthvað svona DNA-próf að finna út hvort myndum bara tengjast, þú veist, bara hvort einhver annar myndi úr kannski hans ætt hefði tekið þetta próf eða eitthvað. Já. Þegar við gerðum það, það er alveg komið svona 7-8 ár síðan eða eitthvað, þá fundum við engan sem að við sáum eitthvað og, þú veist, við fundum engan sem við heldum að væri frá þeirra ætt, en við erum með þá fólk er að taka þetta, ég fæ í mér held ég annað hver dag, bara new connection. Það er alltaf að koma inn eitthvað nýtt. Já. Þannig að, það er enda langt síðan ég kíkti yfir hvort ég sé eitthvað ný andlit sem að gæti verið þá tengt þeim manni. En við tókum okkur til og sendum alla sem við fundum sem við bara þekktum ekkert og voru bara hvað heitir afiðin? Hvernig, þú veist, við erum að reyna að finna, sko. Þetta er svona leitan að upprúnunum. Einmitt. Bara hann er pásur bara. Hún er smá pásur. Tekur þetta ekki alveg yfir? Jú, líka því að amma síðan sjálf, Pamela, tók síðan sjálf þetta sem er ógeðslega magnað, þetta er svo mörg svona fyrirtæki, svona heritage fyrirtæki ótrúlega magnað, hún tók nákvæmlega sama við og við tengdumst allir við ömmu og hún var bara, jó, amma, hvað þú gerir inn á? Við erum einhver sambandi við hann þannig en við erum bara, hei, þetta er Birta hérna, dóttir hans Óla eitthvað og Aron hérna líka og hún er ekki, já, hei og við eitthvað, hvað þú gerir inn á, skilur Er þetta bara eins og Facebook, eða? Já, þú veist, þú getur valið manneskjuna og bara sendt henni message og eitthvað og hún var þá búin að teikna upp ættatré þú veist þannig ég sá gett mikið hennar fjölskyldu þá sendum við hana bara hæ, við erum hérna inni þegar við erum að reyna að finna af okkar við erum að reyna að finna með hverjum þú eignaðist pappa Veit hún það ekki?
Jú, þá sér hann bara, já, ég veit alveg. Ég ætla ekki að segja ykkur það. Af hverju ekki? Já, ég ætla ekki að segja ykkur það. Þú segir, ég ætla bara að segja pappa einu það. Segðu pappa það þá. Og gerði hún það? Nei. Alltaf hafi verið bara eitthvað, þú veist, eitthvað kriminal. Nei, þá myndi hann alveg segja það. Já, sko þau Eða frægur maður. Það var geðveikt. Oh my god. Það var sick. Nei, en hérna, hún er bara eitthvað, að því að pappi sagði alltaf eitthvað, já, þú veist, eitthvað, ég kem annarkvort frá einhverjum frá Mexíkó eða einhverjum öðru og ég bara, horfðu á þig. Þú ert ekki. Hann sko hvítar en hvít með blá augu, bara það er ekki til Mexíkans genið. En hérna, hún sagði bara í skilabóðum með okkur bara eitthvað, það er bara eitthvað sem ég segi pappi ykkar. Akkur er ekki láta hann spyrja? Og spyr hann? Og já, svo veit ég ekki og bara eitthvað, ég veit ekki, hún bara að taka út þráðan aftur. Já, en pappi hefur ekkert, þú veist, eitthvað áhugaði kannski. Ég held hann er með bara drull, skilur, hann er bara einan ekki að pæla í þessu. Já. Og það er eitthvað svo skrítið, bara svona yfir kaffibóllar. Þrýst á hann bara. Já, ekki fara að spyrja, því hún er með bara, hann er ekki þar, skilur, hann var bara ættleitur á íslensku fólki og það er bara foreldrar hans. En það voru ekki einhver fleiri tengsl sem að mynduðist þannig í þessari leit. Jú. Já. Fyllt á dóti. Já. Vá, það er alls konar. Já, við fyrir með það seinna. Já. Í öðru tempói. En ég er sko líka frá Egyptalandi nefnilega. Afi minn kom sko líka að flýja herinn. Var það ættanafnið þitt? Já, en sko reyndar ættanafnið hjá mömmu er Ahmed. Ok. Þannig að nei, Ahmed er afi minn og ættanafnið er Avad. Þannig að, þú veist, mamma er Laila Avad og pabbi Elfar er, þú veist, grænlenskt og afi minn var að flýja stríðið 60 og kom ekki til Íslands og var meitt bara, þú veist, einn af mjög fáum dökkum hérna, þú veist, á Íslandi og bara lappa hinn með göttuna og bara Ahmed, Hafiz Avad, sko, bara eitthvað. Og en já, það er svo gaman að skoða sko hvað maður kemur, þú veist, og ég fór, þú veist, fyrir núna 3 árum eitthvað að hitta fjölskyldum í Egyptalandi, hafði ekkert hitt þau, skilur, og það var bara mjög áhugavert út af því að það var bara eins og ég hafði alltaf þekkt þau samt, skilur, það var bara blood is blood, einhvern veginn, það bara var mjög áhugavert, sko, hitt alla og ok, þú ert líka í tónlist og já, ok, þú veist, við erum saman karakter og bara mjög áhugavert, sko. Geðveikt. Ógeðslega gaman. Og það er cute. Já, er það. Já. Þannig hefur þú tekið svona próf og séð svona prósentuna hérna? Nei, en sko, afi var sko egypskur og sýrlenskur, þannig að ég er með egypst, sýrlenskt og svo í pappa eitt grænlenskt, þannig að það er svona mjög mikil blanda í. Já. Hvað finnst það ekki gaman? Mér finnst það gaman, jú. Ég held að það sé gaman, já. Jú, það er eitthvað neginn, það er skemmtilegt líka að horfa á fjölskylduna og sjá svona, þú veist, hvernig beinabyggingin er, eða eins og mamma, þú veist, hún er bara með egypskt nef, skilur bara stóra nefið og brúnu augun og bara dökka á hörund, skilur mig, og ég fekk bara ekkert frá henni, skilur mig, og meðan pappa eitt, þú veist, þau eru öll með svo ógeðslega hákinnbein og svona mjög grænlenskt, skilur, svona margt mjög grænlenskt en samt svo íslensk, skilur, þú veist, og eitthvað, ég man eitthvað vinur minn sagði hérna eitthvað sem hann eitthvað, já, þú veist, frá Egyptalandi, það er snart með svona langan háls og maður eitthvað, ok, ég veit ekki hvaðan það kemur, en þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona litli hlutir, skilur, í bara útliti og hegðun og eitthvað sem kemur frá alls konar eitthvað, menningar eitthvað, en gaman, sko. Það minnst að vera flex. Já, ángriðs. Það er það. Ég er að reyna að nota þetta 1/8 minni. Það er einhvers staðar í mér. Ógeðslega lítið. Það er svo skilji pappa alveg vera, já, kannski er frá Mexíkó. Hann vill ekki vita því að hann er kannski bara frá Nóri eða eitthvað. Það er mjög boring. Já, nei. Mér vil okkar próta eitthvað svona, þetta er gaman. Já, þetta er skemmtilegt, sko. Já. Ég ætla að spyrja svona, erstu ennþá traumatized eftir annað laga? Já, smá. Hvað er stressandi? Já. Það var alveg verst sem ég hef gert sjálfur mér. Já, nei, bara hjálpi mér, líka róstið, sko, það var að versta. Já. Hjálp, ég vissi líka ekki að maður átt að rósta á pontu. Nei, emitt. Nei, ég líka, það var bara klift svo mikið út mínu róstið, sko. Já, nei, allt klift. Já, maður sér það sem það láð þáttur, það er alveg mikið kliftir. Það er allt klift, það er ekkert róst inni. Nei, sumir fá gett svona langt róst, svo kemur næst eitthvað,
búið. Hvað segir þessi bara eitt orð? Þetta var að versta sem ég gert sjálfur mér. Ég marga vikur eftir að bara að jafna með á þessu, sko. Ég líka bara heyrt það frá öllum sem að fara í þessu þætti, sko. Já, ég veit. Bara líða illa. Já. En síðan líka bara, þegar ég var að horfa á þetta, fannst mér ég bara vera einhver svona leðileg rúllingur, skilur, bara eitthvað svona, eins og ég var bara eitthvað... Það fílu. Já, eitthvað, komur össnalega eitthvað. Ég veist, en þið maður ekki að hlæja. Já, og maður reyna að skjóta á alla, Já, maður verður kannski smá bara eins og eitthvað leðileg rúllingur. Maður verður bara svo ólíkur sjálfur, plús það, ég er bara mjög feimin að eðlisfari, skilur, mér finnst ekki næs að sitast með bara svona fólk sem ég þekki ekki mikið og fara eitthvað í þennan gík, skilur, mér finnst það mjög erfitt, skilur, þannig að ég var alveg bara, þú veist, ég var oft slegin út af laginu og átti mér erfitt með að koma mér aftur inn í ok, hérna En var fólk í glasi í þínum þætti? Nei, bara ein mannskja, sko, það var líka einhvern veginn svo fyndið. Já. Drekkur þú áfengi? Nei, nei, aldrei gert það, sko. Ok. Bara eitthvað, eitt af þessu bleika dæmi. Já, bleikt áfengi. Nei, bara þetta var svo intense, sko. Þú veist, maður hefur komið sér inn í alls konar í þessum bransa, sko, en þetta er eitt af erfiðast sem ég hef gert sjálfur mér. Já. Það er eitthvað. Þetta er samt alveg skemmtilegt. Já, en ég held að fólk lítur að hafa alveg svona varan á þegar það er að horfa á þetta og bara fokk að lítur að óþægilegt. Já. Ég var samt alveg með Aroni núna helgina og bara það með því fyrsta sem eiginlega allir sögðu með hann var bara eitthvað hræðileg frammistaða. Já, það var alltaf hlæjandi. Já. Það voru allir bara, þetta var hræðilegt hjá þér. Og hann bara, þið viti ekkert hvað þetta er erfitt. Já, þetta er Mér finnst mjög auðvelt að hlæja ekki, sko. Já, mér fannst það nefnilega of auðvelt. Já. En svo, þú veist, þá dætti maður líka í svo mikið bara að vera leiðileg. Já. Mér fannst raunverulega bara mjög margt, bara ekkert fyndið, skilur mig. Men mér fannst allt mjög fyndið. Ég er bara ógeðslega góð að hlæja inn í mér. Aha, já. Akkur? Ég veit það ekki. Ég var alltaf verið hann. Nei. Ég veit ekki, af hverju. Ég er bara svona poker face, ég er alveg góð því, sko. En þú veist, að sitja hlýna Jón Gnarr var mjög erfitt. Já. Hann alltaf pissar inn í sig. Já. Og ég hlæði inn í mig. Já, hann segir það líka. Já, ok. En þetta var mjög gaman samt. Þetta var gaman, já, en þetta var líka svo eitthvað, en ég líka bara, þú veist, I wear my heart on my sleeve, sko, það er bara, ég get ekki falið neitt, sko, það er alltaf bara hvað er það, hvað er það að hugsa, maður er bara eitthvað með þetta allt einhvern veginn utan á sér, sko. Já. Þetta var skemmtilegt. Já. Þetta er ekki fyrir alla. Þetta er ekki fyrir alla, ég trúi því, ég held sér alveg erfitt, sko. Já. Mjög erfitt. Líka bara ef enginn hlægir, eða þú veist, það er svo vont. Það er líka svo vont, sko, reyna að vera eitthvað fyndin. Já, og það er ekki ein manneski sem hlægir, þá er maður bara, oh my god. Fyrstlega, hún má ekki hlæja. Nei, en það er svona gera það flestir. Já, svona smá. Já, allavega maður sér glottið eða eitthvað, skilur. En þegar enginn er bara, allir er bara, þetta var ekkert fyndið. Þú veist, að reyna að vera fyndið, ég kann það ekki. Ég kann ekki að labba upp á pontu og vera með brandara. Nei. Það kemur bara svona eitthvað hjá mér, skilur. Já, en er þetta ekki líka bara svona, ég ætla að það er þannig að það er meira bara eitthvað sem ég geri sem er fyndið, skilur, eitthvað svona karakter, dæmi að hlæja einhvern veginn að gera eitthvað og það er fyndið, að ég er ekkert endilega eitthvað skjóti brandara, skilur, eða eitthvað svona maður hittin í mómentinu því að það er eitthvað inside joke, Ég get bara svona momentbrandara, sko. Já. Að þau að fara í pontinu var alveg með langaði á deyja, sko. Með langaði bara, hoppa niður. Ég var líka bara ógislega vond, sko. Ég var bara með ógislega ljótan róst, skilur, því ég held að þetta væri bara róst, skilur. Já, mér finnst það ljóta hluti, sko. Já, en sumir er alveg, þú veist, mér finnst búin að allir gangur á rósti. Þú veist, bara, að því í sumum þáttum, með sumu kráti, eru allir að gera það. Já, akkurat. Svo er kannski vont að vera eina manneskan sem gera það í sínum þætti. Já. Eða, þú veist, fattiði mig, þú veist, ég held að sé líka ógstlega mikið bara hvað allir hinnir er að gera. Þú veist, þegar allir eru búin að vera bara að geta róstamann, bara svona ljótt róst, svo kemur þú upp með eitthvað svona sem er ekkert þannig. Já, akkurat. Og allir hinn er búin að hlæja gett mikið af hinnu, þú veist, þetta er alveg erfitt, sko. Já. Ég held að reglan væri þannig að þú áttu bara að rósta yfir borðið, bara einhvern tímann svona randomli taka eitt róst. Ok, þú vissir ekki að það væri eitthvað svona bara ræða. Nei, við vorum líka fyrsti þáttur svo að tekinu upp, þannig að það var ekki komin einn svona mynd á þetta. Nei, emmett. Ef ég hefði vitað það hefði ég kannski undirbúið eitthvað betra en... Hvað varst aftur að rósta? Ég var að rósta patta, ég var búin að skjóta á hann allt kvöldi. Já. Ég var bara, þú veist, þannig að kemur hann, svo var bara, kemur pontan, ég var bara, nei, ha? Já. Nei, já. Oh my. Do not put me on the spot, sko. Það var hrikalegt. En finnst ykkur hluti vandræðalegir?
finnst ykkur oft þið lendi í einhverjum svona aðstæðum sem ykkur finnst ekki að vera mjög vandræðilegt? Það gerist alveg, sko. Það gerist alveg á milli. Stundum. Sem ég bara, oh my god, þetta er fólk vandræðilegt. Já, mér finnst mjög vandræðilegt að vera í búð. Stundum. Já. Bara yfir höfuð? Já, bara svona matabú. Það gerist ekki vandræðilegt? Nei, bara svona eitthvað svona, fólk að sjá hvað ég með körfinu og hvað. Hæ? Já, þetta er mjög nýs, sko. Vist það smá skrifti? Ó, ég bara lekkit. Já. Ég meira með svona, þú veist, ef ég segja eitthvað svona, já, það er gaman að segja bæ, svo lappa ég sömu átt, það er svona, ég skilja bara svona lítil moment, en svo hitt ekki stóli minn þegar ég fór að setja það finnst mér, það gerist á fundi að það heyra mér, það finnst mér hræðilegt, skilur, já, mér finnst alveg margt. Það var svona rúllust og hann lag með henni gett langt og hún ekki, Nei. Og enginn sagði henni, við vorum öll bara eitthvað, já. Hlutir ekki vandræðilega nema aðrir gerir það vandræðilega. Ég mátti ekki hlæja þarna, því þá hefði ég fara trölla skessu hlæja. Og það hefði verið nóg stopp og það er verra, sko. Þetta var bara svona, já, litla liðvisla mín, hún datt hérna bara í stólinu sínum. Þetta var svona, því hún gaf ekkert, hún bara, hvað segir ég? Dastu bara killiflötu? Nei, þú veist, ég svona settist og stúlli svona rúllaði með henni einhvern veginn og hún var ekki svona júðast á honum og svo segir ég bara, hvað ég datt og þau eitthvað, ok ég var inni með bara, ég mátti ekki hugsa þetta, ég var bara, nei, ég get ekki horta á hana, þá fer ég að fucking grenja á hlátur. En er það ekki betra heldur en að ég verður alveg svona reiður út í fólk kringum ef að það gerir hluti, sko, en þegar við förum í svona kast þá bara koma tárin þá koma tárin og þetta er svona vandral þegar ég þurfti að fara fram og það færi ekki mikilvæg fundur þetta er bara flottu fundur við þekktum þau ekki fólk í tvennsir satt á mót okkur það er ekki svona, þau hefði ekki eitthvað fara að grenja úr hlátri þau hefur mér verið bara svona það koma beasts sem enginn vil sjá skeppnir og þér og ég er svona gömul reykingakona og ég fann bara að það var þannig hefur ekki svona fundið þegar þú ætti að fara í springa það er svo gaman það er alveg best það er svo gaman maður fær eitthvað svona sælu vímu á lendur svona hláturskasti en er svo vont þegar maður næri ekki að stoppa það maður vill hafið þið farið svona hláturjóka eða? Nei, ég veit ekki hvort ég myndi höndla það er líka mjög skrítið sko það er mjög vandræðalegt áttu það er eitthvað nei, ég meik ekki svo leiðis nei, en síðan byrjar að hlæja fattur mig og svo bara heldur þetta áfram og ég held að eitt í þessu þá ég ætla að leggjast í svona hring með hausin og magan á okkur öðrum og það finnst einhvern hlæja þá hristist hausin og það byrjar að hlæja sjálfur en þekkist fólkið það? Er þetta bara ókunnu? Ég var ekki farið í svona sko ég bara heyrst ég gæti alveg með fólki að ég þekki hópin eitthvað, skilur já. En ef ég væri bara með eitthvað rand og bara á bumbinu og eitthvað sigga sem var í bónus sko í körfina mína en það væri eitthvað mjög gott sko en þér, finnst þér hluti vandræðilegir? Nei, þú veist, lífið mitt er bara svo vandræðilegt skilur, allt sem ég geri er þú veist, vandræðilegt þannig að ef mér myndi sjálfur finnast það vandræðilegt þá væri ég bara dáin sko en hvað er vandræðilegt? Hvað er í lífinu? Þú veist, bara eitthvað að bara móta tónlistina sína eða fara bara svið og vera eitthvað að gera eitthvað eða feila á hljóðfæri sitt og þú veist, þetta er allt svo eitthvað svona það er bara svo margt sem að er býður upp á vandræðilegt skilur mig og það gerist ókslega margt sem er alveg mjög vandræðilegt skilur en maður það bara eitthvað en það er mjög málið þá bara hvernig þú höndlar það segir svo mikið hvort það verði vandræðilegt eða ekki já og líka kringumstæður þú veist, ef aðrir gera hluti vandræðilega þú veist, þá það er svo pirrandi maður það er umulegt að detta í klakanum skilur og það er alltaf læg þá verður bara svona farða að hlæja feltu mig aftur skilur make this funny rétt sko alveg rétt sko já, ég finnst ekki eitthvað þannig hluti vandræðilegur meira bara svona skrítið hluti eins og búðin og svona já, það er ógeðslega fyndið en er það vandrætt eða er bara svona self-aware? Ég veit það ekki er það ekki eiginlega sama? Að finnast eitthvað vandrætt og eitthvað á sér self-aware að einhverju? Já Nei, það er sama eða svona óþægilegan hátt veit það ekki ég veit ekki nei ég pæli ekki nógu mikið í hvað að hugsa til þess að finnast hvað er í körnum mér vandarlega. Fattur mig.
Ég er aldrei ekkert að pæla í einhvern veginn. Nei, ég er bara eitthvað svona, ég er ekkert að pæla í hvað að setja í, eða þú veist. Nei. Þú veist ekki vandrar alltaf náðu bara í eitthvað súkkulaði eða eitthvað. Alls ekki. Ég er eitthvað, nei. Ekki við heldur. Alls ekki, sko. En ef fólk mikið finnið fyrir augum horfa mikið á okkur? Nei, þetta er ekkert eitthvað þannig, sko. Þetta er, ég veit það ekki. Nei. Bara verið svona síðan ég var lítil, sko. Ok. Finnir þú oft fyrir að vera svona, oh my god, þannig brýt, eða svona horfaði? Já, en ég var mjög dofin fyrir því, sko. Það hefur ekki áhrif á mig, skilur, en það er alveg svona, já, það er alveg fyrir, já, það er alveg svo mikið af því, skilur, en það er bara gaman. Það er mjög flattered og þakklátur fyrir það. En ég finna eiginlega meira því ég fer síðan erlendis og kem aftur heim. Þá finn ég svona, wow, ok, já, svona breyting. Já, það er enginn að horfa mann úti. Nei, já. Það kemur heim bara, wow. Mér finnst líka, við Íslandi eigum svona nokkra stórstjörnur bara, þú veist, og þar með talað þú bara svona tónlistafólki og ég hugsa svona, ég sé það fólk svo sjaldan, bara svona á röltinu. Þið eru bara eitthvað í einhverju einu húsi þannig, alls saman. Greins, nei, þú veist, en bara svona, ég er bara svona omgætt, ætli þessi fari bara í búðina sjálfur, ætli að láta einhvern annan gera þessu, bara svona, bara svona, já, bara svona íslensku svona. Þið eru með svona eigin búðana. Nei, svo var ég bara komið daginn, bara í einhverju verslun sem að þú veist, í bara einhverju verslun sem að ég fer ekkert oft í og ég var bara eitthvað, ok, og þá sá ég Birgittu Haugdal og ég var bara, wow, það er ekki manneskja sem ég sé oft, fattari. En ég hugsa, kannski eru allir með stórstjörnu í sinni hverfisverslun. Örgulega flestir, já. Allir orðin gett vanir. Já, bara það, hann er byrjað það. Það sem hún átti að haka upp skeiðinni. Já, þessi kemur alltaf annað í Garabæinn. Skilur, eitthvað. Já, alltaf skóikur utan í á þeim. Hvað er hann að kaupa? Hvað var súkkulaði? Já, Björk er í Melabúðinni. Hún er alltaf þar. Einmitt. Það er reksmann að þar. Einmitt. Og kaffeverst. Og já, ég myndi að vera þessi margir hann niður í bæ, sko. Já, Petra Pascal meðal annars. Já, einmitt. Er þú ekki stundum á kaffivest? Jú, ég býða hann rétt, já, sko. Já, einmitt. Ég er í Vesturbænum. Já, þetta eru svona Vesturbæjar fólki, sko. Í hvaða menntaskóla varstu? Ég fór fyrst í FA, svo fór ég í MH og svo fór ég í Tröllaskaga. Já, ok. Wow. Been around. Ég ætlaði, ég bara borgaði einhver öðru liði til að klára þetta fyrir mig, sko. Já. Já, ok. Þegar. Já, bara. En sko, Tröllaskagi, sko, er alveg bara uppáhalds. Ég mæli svo ógeðslega mikið með því, þú veist, að ég var bara að byrja að fókusa svo mikið á tónlist, þú veist, þegar maður var ennþá í menntaskóla og og einu sem tók eitthvað mark á var Tröllaskagi, skilur, það var bara svona að vera að hjálpa manni með það, þú veist, maður var í fjarnámi og gati einhvern veginn, þú veist, það var bara, já, algjörlega við skiljum að þú þarf verið að spila hérna þessa tónleika að gera þetta, skilur, meðan einhvern veginn MH, ég held að MH væri, þú veist, þekkt fyrir það, skilur, og það var engin hjálp þar, sko, þú veist, það var bara hvað við getum ekki verið að gefa reyningar fyrir að vinna í bónus, skilur, og maður svona, já, ok, ég held að þið væri eitthvað svona listgreinar, eitthvað áfram, skilur, en það var einhvern veginn engin hjálp þar, skilur, en já, ég hefði ekki náða að klára menntaskólann nema fyrir tröllin hann í kringum mig sem að gera þetta. Sko, trúðu á tröllin. En þú varst ekki komið ChatGPT? Nei. Mér finnst bara magnað þegar fólk já. Þetta er bara gefinn skráður í dag, sko. Án gríns, við ættum að vera með eitthvað svona sérsta, svona útskrifast án chat. Já, svona eins og þegar fólk fekk bílpróf í gamla dag, þá fengum við meira próf. Já. Við erum ekki með það. Það er svo pyrrandi maður, ég hefði svo viljað ná þeim tíma. Já. Ángriðs í samláður, sko. Það er geðvikt, getur keyrt bara alla bíla. Já. Er ekki móti hjá líka það? Jú, ég held sér allt, sko. Bara trukkar, traktor. Mótuhjól. Ég skil alveg einhverjum svona huge fucking ass bílar, skilur. Þú mátt keyra það held ég líka. Sorpubíla og allt. What the fuck? Crazy. Já, það hefur verið gott að fá það líka. Það hefur rosalega gott. Já, við getum bara að taka meira prófið. Já, ég til ég. Mér langar í mótjólapróf, sko. Já, þú ert alveg típan í það. Sko, já. Er það samt ekki aðeins mikil stælar, eða? Það er alveg svona gráða fiðringurinn. Já, það klára áður en að gráða fiðringurinn kemur. Já, annars er það vandræðilegt, já. Já, ég er náttúrulega að taka tímabili núna að kaupa með einhver svona gamla bíla, skilur, þannig að ég sé ekki eitthvað eldri, einhver svona. Já. Þú áttir hérna Branko. Já. Er það rétt? Bronco. Já. Já.
Áttu hann ennþá? Já, Já. ennþá. Ertu múið að kaupa fleiri gamla? Já. Ok. Ert þú svona á fórbíla dagana að keyra niður í bæ? Ekki alveg, sko. Þeir eru nefnilega svo ljótir, þeir eru svo rösti og gaman, mér stæðilega skemmtilega. Þeir séu frekar svona að þetta í sundur, skilur. Að ég sé föstengst það á kantinum eitthvað, hann bara kveikir ekki á sér, skilur. Mér stæði svo gaman, svona bras, skilur. En ertu að laga bílina sjálf? Nei, ég veit ekkert bíla, sko. Þú veist, bara eitthvað, sér mér yfir þeim, bara the aesthetic. Já, þetta er alveg aesthetic, já. Já, bara eitthvað. En, jú, ég, eitthvað. En líka bara svona upp á, sko, söguna, sko. Þú veist, einu svona keypti ég svona 8 sæta Dodge Ram sem er bara svona bara rapist bíl, sko, en hann bara ekki hann lukkar ekki vel, skilur mig og áttur hljómsveitabílinn, skilur og við fórum eina ferð á honum og svo dó hann á tónleikastað og aldrei komið aftur og hann er ennþá þar, sko, þú veist, bara fyrir vestan en það er góð saga, sko, í kringum það og við segjum þessu sögu í öllum partíum, skilur en þetta er kostnað sem saga samt, kaupa sér bíl, svo bara bæ bíl já, en stundum er það bara þess virði var ekki meira að prófa á ramin eða? Nei, ekki, hann var nóg lítill, sko, en samt alveg 8 sæta, sko, hann var svona næst því já, pappi minn og mamma átti einu svona ram eða stjúpmómin og það, ég mátti ekki keyra hann já, það var mjög stór og kannski nýr þá já, hann var nýr mátti ekki keyra hann, ég var bara Sola, akkur þú með meira próf og það um söguna allir eru meira próf nema við allir ámæra en núna er fólk ekki að prófa á beinskipta við tekir rafmagnsbíla próf ég minnst það ekki alveg máli það er galið er það ekki eitthvað það er aumingjavæðing já, nei alvörinni þú verður að geta drive a stick have to drive a stick nákvæmlega það er bara, þú veist, hvað er morðingu eftir og þú er bara með stick car já verður, sko en það er líka bara svo gaman að keyra þá er það að keyra bílinn annað er bara go-kart það er bara komin aftur í bara tóisbílana klessubílana það var svo gaman já, það var gaman samt líka ógeðslega pirrandi og að klessa og meiða sig og eitthvað munið ekki en ég líka tala ústrekkarnum sem var svona maður lenta rauðu ljósi já, það var langskið að vera umferðinni ég elska það en líka bílanir að maður að bruna og megla og hvort annað, skilur það er svona pirrandi líka mér fannst þeir skemmtilegir ef þú voru ekki strákar með þeir voru svo yktir og með vinkur síðan það bara strákar með að negla já, fárlegt en já, mér var geðvitt í ústrykkarnum þar sem maður satt svona umferðinni já hvað var það? Það er geðvikur leikur ég bjó oft til svona í götunum bjó ég til umferða svona götur svona mini fyrir svona hlaupahjól með hringtorgum og ljósi og eitthvað með svo gaman umferð svo hata maður það í dag það er eina sem ég vildi já, pæltu, hvað það er sætt það er eðla gaman hvað gerir þú í umferðinni? Ég hlusta á tónlist hvað kveik, ok, núna er þú bara að keyra heima eftir hvað er það að kveikja á? Það er aðsnátt að segja, ég sko hlusta náttúrulega bara mjög mikið á sjálfa mig sko. Að það? Já, út af að maður er alltaf með demo og maður er eitthvað að hugsa og pæla og mér finnst ég svona átta með mjög mikið á bara hvað ég vil gera næst við lagið út frá því að vera eitthvað eina keiningsstaðar eða himninu fallegur og þá fæ maður svona nýtt perspektíf á lagið, skilur Þannig að ég hlusta mjög mikið á mína eigin tónlist þegar ég er að vinna að mínu efni, skilur en annars er það bara ég er rosa svona gamaldags sko, hlusta bara mikið á gamla tónlist. Íslenska, enska? Enska, það er bara allt sko, þú veist, það er bara eitthvað mix. Doris Day og Billie Holiday og svona alveg bara svona old school dæmi og Bob Dylan og Hank Williams og svona dótt sko. Já, gæst. En svo reyni ég alltaf að tjekka einhverju svona nýju sem er í gangi, skilur mig en ég er ekki alveg nokkuð. Nei. Og svo hlusta ég bara á vini mína, þú veist, bara maður er alltaf að vinna með öllum einhverjum tónlistamönnum og það er bara, maður er alltaf eitthvað tjekka hvað þeir eru að gera. Já. Hlustar eitthvað á hljóðbækur? Nei, ég nefnilega ekki nógu mikið, sko. Nei. En ég þurfti að gera. Já, mér langar að gera. Eru þið að hlusta á okkur núna? Já, við erum alltaf að hlusta á hljóðbækur. Eru þið ekki alltaf að fara yfir það? Jú, bókabóðið. Já, mjög skemmtilegt. Nei, ég var bara að spyrja því að núna mun ég keyra heim og hlusta á hljóðbók. Já. Hvað að hlusta núna? Núna erum við að hlusta á Pretty Girls. Pretty Girls, já. Ok. Eru þið með eitthvað svona að þið sækist í eitthvað svona ákvæmna tegund af
Já, við erum mismunandi, sko. Já, ég er fyrir fantasíuna, sko. Já. Nice. Birtaði fyrir svona psychological thriller. Já. Það er mitt uppáhald, sko. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt líka, sko. Já. En ég elska að fara bara einhvern annan heim, bara. Já. Með álfum. Álfur. Nei, sko, alveg síðasta bók þegar þeir voru álfar sem voru svona vampírur. Og hvað var meira? Og ég var bara, og svo voru drekar eða eitthvað. Nei, það voru ekki drekar henni. Nei, hvað var það? Það var eitthvað annað sem var svona, oh my god, þið ætla að blanda þessu öllu saman í eitt. Það var minnst á nornir. Já, kannski var það. Má bara ekki, já, damn. Birta á mjög örð með það. Já, ég vil vera þessum heim, sko. Já. En eru það líka með bíómyndir? Fyrst það þannig með bíómyndir líka? Já, hún það. Já, ok. En þú, finnst þið gaman að horfa svona mér finnst þetta allt bara mjög skemmtilegt, sko. Ertu að horfa okkur að þætti núna? Survivor. Já, ok. Reality TV. Reality, já. Love it. Horfið á það? It's been a while. Ég var alveg til að tune back in, sko. Ég myndi gera það, sko. Þetta er svo fucking geðveikt stöff. Já. Þetta er svo geðveikt. Já. Ég er alveg til. Er þetta ennþá í gangi? Er þetta að horfa vintage? Já, það er sko sería 49 eða skilur. Það er sko tekna 2 seríur á ári. Vá. Þetta er intense dæmi, sko. Lærir ekki mikið? Jú, þú veist, þetta er alveg svona að því þetta er skilur, þetta er bæðið einhvern veginn svona survival instinct og þetta er keppnir og síðan er þetta svona psychological bara, þú veist, drama. Fólk, já, og svo er þetta drama og svo sumir sem verða einhvern veginn hrifnir okkur stöðru og svo, þú veist, og það er allt, þetta er svo alls konar fólk sem fer í þetta, sko, þú veist, bara aldrei sama, þú veist, og þess vegna er þætturinn aldrei eins, skilur, því það er alltaf en alltaf sömu þrautirnar eða hvernig já, svona svipaðar, skilur mig, en þú veist, en þú veist, það er ekki season eftir season alltaf sama dæmið, sko, þú veist. Nei, mér finnst Love Island er alltaf mjög svipa líka. Já, það er svona nýtt krú bara. Já, verður að horfa á það? Já, við fylgjast með því, sko. Já. Það er mjög skemmtilegt. Ég þori ekki. Okay. Að ég veit að ég mun horfa og ekki hætta. Þetta er alveg svipað þegar Survivor. Já. En er þetta ekki heilalust, eða veit ég hvað við? Já, þetta er heilalust. Ég þori því ekki. Ég elska heilalust hluti, sko. Jú, þetta er heilalust, sko. 100% þetta. Það er samt alveg stundum það maður fylgjast með, sko. Það er drama stundum í gangi. Hvað er að gerast? Það er heilalust, svona allt svona reality TV. Já. Ég elska heilalust efni, sko. Það er uppáhaldsefni mitt. Nema stundum fyrst mér ógeðslega gaman að tjúna inn okkur seríur sem er bara geðveikt spennandi og ég þarf bara að vera bara en svo þarf ég eitthvað heilalust eftir og bara ding, ding, ding. Já, samanlega. Já, ég líka bara er svo mikil áhuga maður bara bíómyndir og góða kvikmyndir, skilur, og einmitt góðar seríur og svona dót, sko, þannig að maður svona ég reyna að fylgjast með því líka mikið, sko. En ég elska, nefnilega, ég veit hvað ég sogast inn í svona heilust, þannig að ég reynir bara eitthvað alveg að stay away, sko. En ertu single núna? Ég er að deyta. Hvar finnur Bríet fólk til þess að deyta? Einmitt, það er búið að vera alveg flókið núna, ég er náttúrulega búin að vera eitthvað í 2 ár eða eitthvað bara í felum, skilurðu. Að það er alveg búið að skrítið, sko, að eitthvað neginn að því, þú veist, ég basically áður en að við Rúben byrjum saman, það var maður bara eitthvað svona ekki orðin eins þekktur og eftir að vættum saman og það var mjög skrítið, sko, ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að haga mér, sko, þú veist, fannst mjög óþægilegt að einhvern veginn sittast niður með einhverjum vissi allt mig, skilur en þá fá maður bara til útlanda, sko. Það var bara mjög gaman, sko. Ok. Já, það er gaman, sko. Þannig að þú ert ekkert á okkur svona appi fyrir fræga fólki? Nei. Það er til. Já. Og Íslandi líka. Það eru Íslandingar sem nota ræja. Er þetta ekki ræja? Ræja, já. Það eru Íslandingar sem nota það, sko. Á Íslandi, held ég. Já. Ég hef sko aldrei farið inn á svona app. Ég hef aldrei verið á svona appi. Ekki heldur, en ég veit, þú veist, maður sé svona bara maður heyrst og sé fólk tala ræja. Það þarf að fá okkur invite og eitthvað. Já, þetta er eitthvað. Já, þú þarfst að fá invite. Já, apparently. Það getur ekki bara kursmið skrási. Nei. Það er verifætt eða eitthvað. Það er eitthvað svona. Ég fengi engungu svona. Þetta er áhuga. Kannski maður ætti bara að kíkja á þetta til að sjá hvernig það virkar. Sjá að þessi markaði. Ég var alveg til að sjá inn í þetta. Ég ætti að greiðist þér svo forvitin. See the tea.
Ég hef gert það fyrir ykkur svo við Já. getum bara svæða Já, saman. það verður svo gaman. Þess að svona skoða. Skoða þetta eins. Það er að skrifa sér hefnin, ok. Shit. En ekki langt síðan að þið hafið verið að leika ykkur eitthvað. Jú, Jú. það er bara, jú, It's been 100 years. Já. Já. angreins. Þannig ég veit ekki hvernig svona virkar, þess vegna spyr maður bara þig. Nei, en bara Bríet, takk fyrir að koma til búið. Já, Það takk er bara fyrir óslega koma. gaman. Ég held að við getum spjallað áfram Já. endalaust, Já, sko. við erum- Fara með Svo heims og cozy. jarðar Já. og álfa og tröll. Við tölum þetta í næsta tilbúið. Já. Takk fyrir að koma, Bríet. Takk fyrir að koma.